Hér sjáum við liðið hjá Njarðvík, Mirko, stóri maðurinn, Ágúst, Stefán, Hjörtur og Logi. Og þetta eru strákar sem hafa heldur betur staðið sig með miklum sóma, flottir strákar sem eru tilbúin til að koma að bekknum. Kíkjum þá á liðið Stjörnunnar. Þar sama byrjunlið og síðast Jón Orri, stóri maðurinn, Dagur Kár, Justin, Jeremy og Marvin Valdimarsson. Og þarna eru ungir strákar eins og Tómas Þórður Hilmarsson og Daði Lári Jónsson og fleiri sem eru tilbúin til að hjálpa til gerist þetta orð. Marvin Valdimarsson! Stemmingin frábær og hér verið að kynna Stjörnuna. Ég tek ofan Stjarnan með frábæra sveit, fjölmargir sem kom úr Garðabænum. Þeir eru búin að vera að syngja og tralla hérna í rúman klukkutíma. Já, fyrst og síðast bara skemmta sér og okkur. Þetta sjáum við hennar, þessi bláu sveit úr Garðabænum, alveg glæsilegt að sjá og hinu með henn er framsóknar grænir Njarðvíkingar sem hafa gert við henn. Þannig að þetta er ofsalega flott aðdragandi að þessu leik, glæsileg umgjörð. Og þetta íþróttahús hefur náttúrulega verið vettvangur margra frábæra leikja. Silfurskeiðin er mætt þarna að einhverjum hluta. Þeir eru tilbúinir í stæðin. Stjörnumenn hafa verið frábærir á þessari leiktíð bikarmeistarar og eru enn með í baráttunni stóra titilinn. Til þess að svo verði þá þurfa þær að byrja á því að leggja frábæra Njarðvíkingavelli. Þar er stemmingin ekki minni á heimavelli. Þetta kunna þeir í þessu skemmtilega húsi sem við erum búin að sjá marga frábæra leiki í. Já, það er mikill og góður andi í þessu húsi. Það er bara magnað að sjá. Njarðvík á mikið hrós skilið. Við erum körubolta í gegnum áratugina. Það var margir stórleiki verið spilað þetta. Þessu eftir að fara í sögubækur. Ég er bara fullir í það. Það er frábært að sjá Njarðvíkinga. Frábært yngri flokkastarf. Þetta fólk er að vinna þetta, þannig að þeir hafa hrós skilið. Og hér eru þeir kallarinn á hérna Gjörnsk og Snorra. Þetta eru strákar sem þurfa að skila góðu framlagi ef að Njarðvík ætlar sér að fara í leik í rimmuna við KR-inga. Það er ekki hægt. Ég var spurður að því hér í húsinu ábortiði hvað þeir eru. Ég sagði við getum alveg tekið pening og kastað um þetta. Það er ekki hægt. Já, það er engin leið. Ég minna, það er ástæðan fyrir verið. Þessi lið eru nýfið upp. Þau voru nánast jöfn í deildinni. Þannig til liðið sem var í 4. og 5. sæti. Njarðvík í 4. sæti, Stjarnan í 5. sæti. Það gleymið ekki að Njarðvík vann í Stjörnuna í lokaumferðinni, þannig að það er komið sér einn í sigur. Það er komið sér sigur og það er ástæðan við erum hér, en heimaliðið við unnið. Ég veit ekki hvort að heimavöllurinn skipti öllu máli hér. Þetta er bara þannig leikur. Þetta Stjörnuliðið með mikla reynslu. Justin er alltaf búinn að vera í þessu með lengi. Marvin þekkir þetta. Auðvitað eru yngri mennandi inn á milli, en þeir fá líka sjálfstraust frá hinum. Þeir fá sjálfstraust sem smita frá reyndari mönnum. Svo ef Hrafn er að gera góða hluti, þó að sé að taka við Stjörnuliðinu hér í vetur, þá er hann búinn að þjálfa áður og hann er yfirvarinn skynsamur strákur, þannig að hann er að halda rósinu og er bara að njóta þess að vera þetta. Og hinum einn er það, gamli refir, það er bara að refa bú, það er bara þannig. Friðrik og Teitur þjálfar alltaf Stjörnuna, hafði gert á bikarmeistarum, hann hefur unnið allt sem hægt er að vinna í körfubolta. Þannig að hann er með sko stóran og djúpan poka af reynslu þessum drengur og hafa Friðrik með sér þegar þeir saman. Teitur með Friðrik réttar aðsókn. Það er bara mögnu tvenna. Þetta er maður sem ætla að taka sér frí frá körfubolta. Já, þetta er fríið. Hann er njóta þess að vera hérna. Það er ekkert hægt. Hann er hálfa mínútu að koma sér í húsið. Ef þú ert körfuboltaspíkill, þá getur ekkert tekið þig frí. Þú gerir það bara seinna þegar þú ert gamall og Teitur er kollungur. Það er þau Marvin Valdimarsson. Hann er auðvitað hertur að reynslu í þessu liði. Marvin með 13 stiga meðaltal í vetur, 13 stiga í úrslitakeppni, en stigaðistur hjá Stjörnunni er Jeremy Atkinson og hann hefur aðeins fengið að vera í skugga fyrir Stefán í Njarðvík og Jeremy er búinn að spila stórvel með 27 stig og bara mjög jafn stigaskor. Þannig að hann er svolítið faktor í þessum leik að því veit að hendar illa fyrir að Njarðvík að passa. Bono er með hvað 32,5 stiga meðaltal eitthvað svoleiðis? Já, hann er 32 stig, 37 í deildinni þegar hann kom. En þarna sjáum við Jeremy Atkinson, þannig að ef hann er heitur þá er erfitt og ef hann er einbeittur eins og maður sér hér, þá er erfitt fyrir Njarðvík að passa. Þeir eru ekki með mann sem hendar vel til að stoppa. En það er gjörólíkir leikmenn. Já, en það er ekkert lið með mann til að stoppa eða elta þennan mann. Hann er algjörlega stórkostur. Við sáum þess að Sirko á hann. Hann er bæði beint skipta og svo líka bara fáránlega fljótur. Hann skoraði 45 stig í síðasta leik hér í þessu húsi. Í þriðja leiknum og var það með 10 stóðsendingar. Þannig að það eru 20 stig sem liggja líka til viðbótar. Þannig að hann er að koma 65 stig í kringum hann sem er náttúrulega bara fáheyrt. Hann var með
sameiginlega tölfræði sem við sjáum bara í einhverjum sögubókum. Sjáum við Friðrik leggja á ráðin fyrir fyrsta leikluta. Það er gaman fyrir Friðrik að koma að flýta. Be there, guys. Crash the ball, block out, don't just go for the rebound, just block them out and then go for the ball. We leave everything on the floor. Leave everything on the floor. Defense is what wins it, guys. Let's go. Þetta var skýrdagsmessan í honum og hinum einu Hrafn. Rólegur og yfirvegaður. Work with the referees. We don't get in the referees before they do, okay? Go get this game, guys. Come on. Come on. Og góð dómgreitt hjálpaði nánast í öllum aðstæðum í lífinu, líkið þjálfun. Þetta er bara flott að sjá, vel mætt úr Garðabænum og fólk er bara að skemmta sér. Það er þetta sem það snýst fyrst og síðan. Við erum kátir henni. Er hægt að biðja eitthvað betra á skýrdegin? Þetta páskarnir verða ekkert. Páskarnir eru góð hátíð og þetta verður ekkert betra. Verður ekki betra. Það skiptir Logi náttúrulega líka, við þekkjum Loga. Logi er náttúrulega búinn að spila frábærlega en hann hefur það hlutverk að passa, hann er að taka Justin og það er erfitt hlutverk. Hann hefur sérstaklega í þriðjum skoraði 5 stig en hann er með 18 stiga meðaltali. Þannig að hann er náttúrulega ofsalega mikilvægur sóknarleikmaður og leikmaður í þessu Njarðvíkurliði. Hann kann allt, hann er búinn að vinna þetta allt. Það væri gaman fyrir hann að komast áfram en til þess að hann fari í gegnum þetta sterka Stjörnuna. Já, þetta eru sömu leikmenn sem að byrja þessa leiki. Og það er þannig Arnar, nú er þetta 5. leikurinn síðan 19. mars á þeim góða degi. Þannig að liðin er búin að spila öll. Þeir þekkja nákvæmlega hvað þetta að gera. Öll lið þekkja leikkerfi og leikbrellur hinna. En nú er bara hver hefur úthald, hver hefur metnað til að klára þetta. Og leikurinn er hafinn og það eru Stjörnumenn sem að vinna uppkastið. Justin Sjálfs. Og Logi fer á hann, það er ekkert breytt. Dagur Kár. Og Jeremy. Hjörtur út á mótunum. Logi tekur við að enda hér Sjálfs. Og Jeremy og hann sendir á Jón Orra. Jón Orra með fyrstu körfumatsins. Bara strax í byrjun tekur hann ruggustól og neglur þessu niður. Vel gert, vel útfært. Adabonó. Við eigum alltaf til lýsingar yfir honum, yfir þennan kappa. Hér reynir hann tryggja stegaskot, það Geigar og Marvin óheppinn. Boltinn dansar þarna af höndunum á honum og út á, þannig að Njarðvík heldur sókninni áfram. Stefán að skjóta sig í gang. Og hann er algjörlega magnaður leikmaður. Það sem er fyrir hann mikilvægt og líka fyrir Friðrik og Teit að reyna að fá hann til að virkja aðra. Sem hefur oftast tekið glæsilegt skot hjá Loga. Gengur ekki. Fer upp í keðjurnar. Út af og Stjarnan fær knöttinn. Keðjuskot. Ef hann fer í undirstöðunar þá á varnarliðið boltan. Justin Sjálfs. Logi hefur hann fyrir fram á sig. Dagur Kár. Kraftur í Stjörnunni og Jeremy Atkinson fær hér skoran. 30 stiga karfa. Þetta er galopið. Hann hefur verið að bæta þetta. Hann er að skjóta betur utan að vellin hann gerði í byrjun tímabils. Þetta er bara einfaldlega opið. 5-0 fyrir Stjörnuna. Garðabæingar fyrir vel. Hjörtur, Bono. Fyrir aftakörfunni. Sendingin út af og Stjarnan fær boltan. Þetta er ekki góða típugur. Það var enginn hennar. Góð byrjun Garðabæingar. 5-0. Það er mikið spenn í þessu. Æðilega. Dagur. Jeremy. Takja á hirtina, hætti við og tjekja með Justin með skot fyrir utan. Setur það niður! 8-0 fyrir Stjörnuna. Já. Hvílík byrjun hjá Garðabæingum. Hann kann þetta svo vel. Hann er með svo gott skotlag. Hann er svo einbeittur. Það er vel gert hjá honum. Haukarnir byrjuðu líka 8-0 á móti KR. Það var Mirko með skot fyrir utan. Hittir ekki og frákastið tekur Atkinson. Þetta er ekki góður taktur í sókninni núna Njarðvík. Marvin skrefar. Lítur að vera skref í dæm. Það er leikli á Njarðvík. Þannig að Stjarnan hér með 8-0 byrjunur að þvinga Friðrik og Teit til að taka leikli strax eftir tæpa 2 mínútur. Þeir farið við þetta, róa sóknarleikinn og fá betri skot. Þeir eru farið að taka, þeir eru bara að þryggja stegskot. Hlustum á. Miklu hærra. Listen. You have to be crisper on defense. Head side. Good girl. Too spread out on the floor. Listen, we can already get 3-3. Try to get right into it. You either pass it inside or use the opposite big, pass it inside. Also 5. Take the ball a little bit more inside and then go outside again, okay? We gotta attack the basket, guys. Let's go.
Let's go, let's go. Get a basket now, get a basket. Better. Hey. Hrafn rólegur yfir þessari byrjun, eðlilega frábær byrjun Stjörnunnar, 8-0 og nú að sjá hvort að þetta leikinn hjálpar Njarðvík eitthvað. Ekki svo byrjun sem þeir ætluðu. Þetta fljótt að breytast. Þessi strákar vita að þetta rétt að byrja þannig að það er ekkert alvarlegt en Friðrik kallar aðeins að fínstilla það sem hann hefur séð. Og ná, Dagur Kár. Gætur á honum, Mirko. Núna taka þessir betri tíma, koma mönnum í takt og opna þetta betur. Ágúst og Logi. Logi fer fram hjá Marvin. Lendir í það. Þetta sjáum við nákvæmlega eins og við tölum í leiknum að gefa þessi meiri tíma að láta boltan flæða, þá opnast þetta og láta þá spila vörn, reyna á þá. Logi Gunnarsson fær tækifæri til að skora fyrstu stig Njarðvíkinga. Staðan verða 3 mínútur og 3 sekúndur eru búnar, 8-0. Logi, góð vítaspyrna. Logi að skjóta rétt rúmlega 70% úr vítum í vetur, 34 ára gamall, búinn að vera í atvinnumennsku síðustu ár, algjörlega magnað eintak. Magnað eintak, æfir vel og er flott, góð fyrirmynd. En ekki fór það. Það er sókn og frákast. Tekur frákastið. Þýðingarmikið, Bono og Dagur stelur boltanum á honum og Dagur út í körfuna og... Þarna er Dagur að gera betur, Jeremy kom aleinn. Hann getur laumað boltanum aftur á hann. Varnarmaðurinn lá í honum, þannig að hann hefði getað laumað á félaga sinn. Það er frængur ef og hefði. Dagur. Ná Marvin. Justin með skot fyrir utan. Það geigar. Sóknarfrákast Jón. Frákast af Jón í orða. Jeremy inn á Marvin og Marvin setur þetta niður. Sjáu sóknarfrákast enn og aftur. Jón tekur sóknarfrákast, hann er toppmaður. Og þá fá þeir einfalt skot, opið skot, 10-1. Ágúst. Hjörtur. Mirko. Og Logi tekur á skarið og þetta er vel gert til Loga. Frábærlega gert. Var eins og... Já, þvílík mýkt og þvílík fegur. Þetta er rosalega fallegt. Þetta er rosalega fallegt. Kissi spjaldið. Marvin. Jón Orri. Jeremy. Það kemur Dagur. Dagur upp í 3 stiga skot. Þetta er mjög erfitt skot. Þetta er mjög erfitt. Já, með 2 menn í sikkoru skálminni. Þetta er mjög erfitt skot. Og stundum verður að taka þau líka og ef einhver hittur úr erfiðum skotum þá var það Dagur. Bono, Mirko setur upp hitturinn. Bono út á Hjört. Hjörtur alla leið, þetta er sterkt hjá Hitti og setur þetta niður. 10-5. Þetta er bara vel gert. Þannig tekur hann bara smaladryggina og þetta fer bara rólega og setur hann í spjaldið. Smaladryggur virkar alltaf fyrir út í vanda. Sjá kraftin í Loga þarna. Mikil orka segur hitt á Justin aftar alla leið og Justin sjálfs hittir ekki. Og Stjarnan heldur boltanum 13 sekúndur eftir að klukkunni. Eftir hennar leik á Justin eftir að vakna nóttunni með Loga fyrir fram að sig. Logi er algjörlega búinn að líma sig á hann. Þetta er afar erfið útfærsla. Gengur ekki, þurft að fara flóknuleiðina hann að Justin sjálfs. Justin, Jeremy. Og Hjörtur fyrir framan hann. Og Jeremy nær ekki að skora. Góð vörgju Hirti. Það að íkonum frá körfunni. Ekki með Bono. Þetta er algjörlega mann. Þetta er gaman að segja. Ágúst fyrir utan, hittir ekki, Stjarnan tekur frákastið. Sjáum að bæði liður grimm í frákastinu. Þeir vita að frákastin er þáttur sem telur. Logi biður áhörðum stuðning. Dagur. Justin inn á Jeremy og Jeremy út í Mirko. Villa, Mirko seinn. Þetta er rétt hjá Jóni. Hann fer fyrir hann er of seinn. Fyrsta villan á Mirko, fyrsta villan á Njarðvík aðeins. Marvin komið villu hinum einn. Mirko skola 9 stiga meðaltali, 11 í vetur, hann er aðeins undir sinni meðaltali, hann er svo stór. Þess að hann taka 3 stiga skot, já, hann er flottur. Hann tók 3 stiga skot áðan, ég vil frekar sjá hann á nærkörun en hann getur skorað. Og ég myndi jafnvel vilja sjá hann skora meira. Jeremy Atkinson setur bæði skotin sín niður og staðan 12-5, 5 stig frá honum. Og nú, Logi. Logi er í banastöðu út á Ágúst. Og Ágúst setur þetta niður. Gafdreifing eru alltaf. Klikkaði á það, ekki núna.
Nei, þá Nú bara er munurinn vantar. 4 stig. Frábælega gert, glæsilega gert. Það gaf hreyfing, kemur sér í betri stöðu og setur hann niður. Til þess eru 3 stiga skoti. Vel gert hjá honum. Dagur, Justin. Dagur fyrir utan línuna. Þetta er gott skot. Þetta skot á Dagur bara. Þetta Vinda. faðmast þeir. Það er ekki tignarlegra en að sjá 2-2 metra menn faðma. Þar nær rómantíkin að hámarki. Önnur villan þá á Mirko. Sjáðu hana. Hann heldur utan á höndinu á honum. Ég held þetta sé rétt. Ekki gott að hann skulle vera komið tvær villur og fyrsti leikluti hálfnaður og ég held að Mirko sé bara kallaður að velli. Þá hvíla hann. Þannig kemur Ólafur Helgi Jónsson. Nei, hann tekur Hjört út af í staðinn. Ólafur kemur inn og rétt hjá þeir fyrir ekki. En Hjörtur fyrir út og Mirko fær að vera áfram. Já, Mirko verður áfram inn á. Það þarf að fara gætilega að þriðja villan yrði erfið. Dagur. Þetta er þröngt. Jón Orri nær ekki boltanum, þá kemur Bono. Hvað þarf hann að gera núna? Dansa með hann. 3 og 2. Logi í hotninu Frýr. Setur þetta niður. Þetta er frábælega framgang. Þeir setja á Loga, hann er þeirra besta skytta. Þeir heita hann upp þetta er frábælega útpartjaðir. Það voru 3 og 2, þeir gáttu valið hver skaut og völdu réttan mann. Logi með 3 stig. Munum í þriðja leiknum þar sem að Loga gekk illa að skora en hann er búinn að leggja rosalega miklu orku í varnarleikin hér. Logi var þá 0-8 í þristu framaraleik. Setti upp rétt í lokin. Erfitt skot eru eftir. Og það voru þeir hefnir. Bono nær boltanum á línunni. Hvað heldur þú? Bono! Þetta er töframæður. Þetta er brellukall. Þetta er frábælega gert hjá hann. Þetta er sending, snildar sending. Þetta er laser sending. Munurinn 1 stig. Ólafur Helgi Jónsson, nýkominn inn á. Núna tekur Stjarnan leikli. Þetta er svo skemmtilegt. Það var 10-1 að. Núna er 13-12 fyrir Njarðvík. Okay. Hey, guys, listen up. Listen up. Next play down, we go double, okay? Marvin and Jeremy on the same side, we go double. Är det med? Är det med? Yeah. Hey, we go double on the first play. Second play, we go 54. 54. Jeremy saying the pick for Marvin. Är det med? No, this is always going to happen. They're always going to come back. Now we just stay calm, okay? Just let the shots come naturally to you guys. Okay? Keep the ball moving. Come on, come on. Vonandi skila sér þetta heim í stofu. Það er alveg útrúlegt að við getum heyrt þetta. Það er það mikill hávægi hér í húsinu. En þetta er körfubolti. Þetta er leikur áhlaupa. Það kemur sprettur frá Stjörnunni. Þeir taka 10-1 og svo kemur sprettur frá Njarðvík. Þannig á þetta verðandi eftir að verða það sem lifir. Núna vonandi finnur Stjarnan svör við þessu. Logi kom með 6 stig. Það sem er athugavert Njarðvík á sér 13 stigin, þá er einn leikmaður stigalaus, Stefán, sem hefur verið þeirra lykilmaður í stigaskori. Og það er ekkert endilega neikvægt fyrir Njarðvík. Hann er að mata aðra, hann er að fóðra aðra, þannig að hann er ekki að taka miklu orku í skotið sín. Logi eftir Justin sjálf alveg yfir á hinn. Notnarhelminginn, Marvin. Og þá Atkinson. Og fín vörn þarna, ekki nógu góð því að Atkinson skorar. Þetta er bara vel gert hjá honum. 7 stig hjá honum. Vörnin fín en duð ekki til. Fín vörn í Ólafi. En Atkinson er bara einfallega stór og sterkur. Bono. Ekki nærður að skora, hann flögrar satt upp í frákastið á móti sér miklu hærri mönnum. Kristján Óskarsson dæmir uppkast, hann var ekki viss hver eða slegið boltan út af. Þannig að Njarðvík á boltan áfram. Í þessum faraleik er það þannig að liðin skiptast á að fá boltan ef það er uppkast. Næsta uppkast á að Stjarnan knöttin. Bono. Logi fyrir utan. Það er eitthvað að skora. Fínasta skot eitthvað síður. Marvin. Já, Atkinson. Fer inn fyrir línuna. Keirir hér á Mirko. Frábærlega gert hjá honum. Mirko kom með tværvillur. Þorði ekkert aðhafa. Þetta er sem við þurfum að tala um í byrjun að Atkinson, þeir get ekki stoppað. Mirko er of seinn til að fara í þessi hliðarskref á mótunum. Þannig að hann getur farið fram hjá honum þó Mirko sé nægilega hár til að passa hann undir körfunni. Þetta þarf Stjarnan að nýta sér. Ólafur, kemur hér á Atkinson, út í hornið, Logi og Ólafur, setur þetta ekki niður. Ólafur er fínskeytta, hann verður að taka sér skot, gekk ekki þannig. 3 stiga munur, Stjarnan með 16, Njarðvík 13. Hér Atkinson, þetta kalla maður alveg vögn. Þetta tekur er bara mótunum með krafti, heilsar honum á sjómanna sér og stoppar skotið. Bono. Vá. Sjá þetta.
Mirko. Ekki Mirko grimmur. Og þá Stjarnan, Dagur á fullri ferð, Dagur út í körfuna. Gengur ekki. Ólafur enn á afturverðan af blakonum, Jeremy kominn í. Já, það er það stöðu. En nær boltanum á villu. Ólafur að gera vel. Rökkvaldur með hárfína villu. Hárfína villu. Hann slæðir þetta í hendur. Þetta er rétt. Þetta er rétt. Rétt skal vera rétt. Ólafur Helgi fær villu. Jeremy Atkinson fyrstur til að fara þá á annan tuginn skoran. Planið sem Stjarnan setti upp er að virka. Það er að segja að fara með boltaninn á Jeremy. Hann reynir að fara 1-1 ef ekki að finna félagið sína. Ágúst Ágústsson kom inn á Stjörnunni. Þeir bræðurskiptileikar Dagur út og Daði inn. Dagur er stigalaus. Hann er verið að reyna nokkuð. Mjög öruggur, flottur leikmaður Jeremy Martins Atkinson. Mér finnst hann líka hafa aðlagast leiknum á Íslandi vel frá því hann kom. Hann er 78% vítaskipta í vetur. Hann kom hér rétt fyrir jól og var kannski ekki nógu góður stand, en hann er aðlagast leiknum vel, skilja reglunar og átta sig á sínu hlutverki á liðsins. 11 stig frá honum, 18-13. Þetta er skrítilengur, 1-10, 13-12 og nú allt í 18-13. Leikur áhlaupa, það er það sem þetta snýst um. Bono. Daði gerði vel á móti Bono í leiknum. Þá kemur Bono. Hittir ekki, hann er enn stigalaus. Hann er enn stigalaus kappinn. Daði hefði það hlutverk hér bara algjörlega líma sig á Stefán Bono. Og algjörlega vera bara í augnsambandi og öllum stundum í völdinu. Baginski kominn inn og núna fyrir Njarðvík. Marvin. Marvin er spjall. Marvin er frábær sóknarmaður. Þetta gerir hann vel. 7 stiga munur, 20-13. Stjarnan með forustuna. 1:55 eftir að fyrsta leikluta. 8-0 sprettur hjá Stjörnun eftir leikhlé. Þeir nýttu leikhlé. Friðrik gerði það líka eftir að staðan var 10 eftir í Stjörnuna. Bono. Það fella. Daði fær villu. Daði er búinn að spila ljómandi vel í þessu einvígi. Í þriðja leiknum var hann með 11 stig. Hann er að skora talsvert meira heldur en hann hefur gert í vetur og að fá meira hlutverk og aukið hlutverk að elta Stefán. Ólafur. Það segir Baginski. Út á. Auðvitað. Það heldur þú. Þorrarsson að skora hér aðra hryggjastiga körfu sína. Frábærlega skotið. Hann gefur sér bara góðan tíma, stillir miði í grænu sokkunum sínum og setur hann niður. Frábærlega gert hann. Ágúst og Logi stigahæstir í liði Njarðvíkur með 6 stig og skora 12 af þessu 14 stigum þeirra. Athyglisvert að Bono er ekki enn búinn að skora. Daði. Jeremy Martins. Og Snorri kominn inn á núna. Tómas heitur hetjan frá síðasta leik. Já, einn af mörgum hetjum. Hann er ennþá heitur frá þeim leik og setur fyrsta skotið niður. Það er flott innkoma á bekknum. Það er 2-16, 6 stiga munur. Ágúst. Kemur þriði hristur í hann. Nei. Engin. Þetta er svona fínt skot, þetta er opið skot og hann er góð skytta. Justin. Ágúst. Þetta er of hægt, þetta er of lítið. Gríðarleg barátta þarna og hvað endar þetta? Uppkast þá á Stjarnanboltann. En Njarðvík næsta knöt. Ég held að þetta er alveg réttu dómur, útilokað að sjá hver þetta síðan þeir bara rúlla með hann út af. Justin fær að tilla sér aðeins á bekkinn. Dagur Kárin á. 22-16, Stjarnan með forystu. Og það er mikilvægt fyrir báða þjálfara, eins og ég sagði, þetta er 5. leikunum þessara liða frá 19. mars. Þannig að það er öll spilað, mikið og há spenni í þessu, þannig að leikmenn þurfa líka kring. Ólaug hindrun, Ágúst. 38 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Ágúst á að vita betur, þetta er 30 piltur. Spilaði með KFÍ, hefur verið í KR og hann hefur reynslu og flottur íþróttamaður. Já, Bono þarna. Frábælega. Já, kemur fyrsta karvan hans. Frábælega gert. Þetta er bara eins og, ég veit ekki hvernig menn lýsa dansíþróttuna, þetta er bara eitthvað fer á. Já, Rigmor Hansen hefur örgulega verið hrifinn. Þetta er algjörlega magna. Og sterk frákast þarna hjá Njarðvík. Snorri hefur komið góða vörn, hann er hávaxinn. Hann er að standa vörnina vel. Hann stoppar á það. 22-18 Stjarnan. 7 sekúndur eftir að
Þetta er auðvitað sjá. Hann skoraði ekki. Og sækir frákast og setur hann niður. Rétti það mun sem að flautan getur. 2 stig er munurinn. 22-20. Þetta er svo fallegt. Þetta er glæsil. Hann er náttúrulega bara snillingur í sig gæði, við vitum það og það er þekkt. 22-20. Stjarnan leið með 2 af þessum 2 stigum eftir fyrsta fjórðung. Hlustum á Friðrik Inga og hans félag. Okay, after a terrible start, guys. 1 of 10 points already. Hey, byrjum í 12. Byrjum í 12. Þú ert efstur. Óli og Metsi, þið eru fyrir neðan. Þú og eruð á hornunum. Snorri er efstur. Þú og Gústi, Óli og Metsi fyrir neðan. Matsa upp. Ef við byrjum með 2, þá dettur þú bara beint niður. Þá tekur þú bara alveg undir körfu, alveg upp. Ok, ef þið eru með hérna einn uppi, þá matsaðu bara upp við hann og þið matsaðu upp við þessu 2 sem eru á kantinum. Eitthvað ákveð mörg skiptir, erum bara núna alveg. Ef ég gerir bara svona aftur, fyrir bara aftur. Hörru, settu upp og taktu bara hérna, taktu 5, taktu hérna. Þannig að þú setur skrínið, poppa tilbaka. Bara rúli í gegn. Reynum að sækja körfuna. Ok, let's go, koma. Og berð! Já, það heyrðum við Friðrik Inga tala íslensku. Það er nú svona frekar sjaldgæft í þessari íþrótt hér á landi. Það er svolítið alltaf svona vinalegt í undanfari páskana að heyra gamla góða tungumál á. En leikurinn við þróast á svipaðum byggust við. Njarðvíkingar að taka fleiri 3 stiga skot en 2 stiga, 11 og 3 niður í þristum, 5 af 9 í tvistum. Þannig að sjá þetta, mikið er þetta gaman. En hins veginn er Stjarnan búinn að taka 4 3 stiga og 2 niður og 14 í teig. Þannig að jafnvægi þar milli skota 2 og 3 stiga kannski eðlilegra. En þetta er leikurinn sem Njarðvík spilar. Þeir eru beittir rautar með frábæra skittur. Þeir reyna að nýta sér það. Sóknarfrákastinn þeir sem best sáu er 3-2 fyrir Njarðvík. Þetta er hnífjafn, þessi staðan 22-20. Bono byrjar fyrir utan vögn, hann er hvíldur hér. Logi, Snorri og Maciej Baginski setur þetta niður, alvöru maður. Ja, þetta er topp maður, þetta er topp eintak, þetta er frábær leikmaður. Hann skoraði 13 stig í síðasta leik. Hann kann að skjóta þessi strákur. Njarðvík með einstegs forystu. Daði. Njarðvík er kominn, einhver útgáðsvæðisvörn, er að stríða þeim, sína eitthvað nýtt, prófa eitthvað annað. Og þeir báðir bræðurinn á Daði og Dagur og Daði með skot fyrir utan. Hittir ekki og frákast. Logi fer bara upp í 4 metra. Það sækir þetta á 4 metra. Frábær frákast. Friggi er stigaskot. Gegard. Gengur ekki. Boltinn út af. Hann fær boltan. 13 þristar teknir. 4 niður. Og Stefán Bono er út af. Hann er eitthvað þreyttur. Smyrja á sig Kavala. Tómas Þórður Hilmarsson innan núna hjá Stjörnunni. 2 úr byrjunarliðinu hjá Stjörnunni innan núna. Og Dagur hittir ekki. Og sjáu þið hér. Og barátta til fyrirmyndar og tekur boltan á. Nei. Býtum nú við. Hér kemur Logi undir körfuna. Logi skorar. Funheitur. Flott hjá honum. Funheitur Logi. 5 stig í röð frá Njarðvík hér í þessari mínútu. Gríðarlega vel stendur Logi. Mikil barátta, mikil vinnsla í honum. Og hér er það Dagur undir körfunni. Búið að flauta, Villa. Það er Ágúst Þórðarsson sem fær hana. Fyrsta villan á hann. Sjáum þessi læti hana. Þetta lét einhverju knéfylgja kviði. Þannig að Magic lét knéfylgja kviði og svo fyrir Logi hinum með og setur hann niður. En auðvitað er þessi leikur miklari harðari heldur en deildarkeppni. Miklu harðari leikur. Og það á að vera þannig. So we get David, Jeremy, you get in the middle of the defense, okay? We got Marvin, Tommy, okay? Work the ball, pass the ball around. If the ball goes into Jeremy, turn to the basket, see if we have the drive or the passes, okay? Hey, when the ball is passed to the corner, let's cut through and replace. Understood? If the ball is right here and you see an opportunity, we can set a pick, you know, just to get them, you know, offset a little bit. Understood? Okay, let's go. Come on.
25. Okay, let's go. Better. 3 stiga munur, Njarðvík með forystu sem stendur, en þetta búið að vera hörku leikur. 1,5 mínúta liðin af öðrum leikluta og stigahæstur Jeremy Atkinson með 11 stig á Stjörnunni og Logi Gunnarsson 8. Stefán kominn aftur inn á. Þannig að þeir verður konur í maður að mannverð aftur. Þeir eru eitthvað að trufla og sína eitthvað nýtt. Marvin, villa á Magic. Hann misti hana fæturnar og greip í Marvin. Það er alveg rétt hjá hann. Marvin var það var einn og auð lína að körfunni, þá stoppar það strax í fæðingu. Það er ekkert gefið, það er ekkert frítt, það er ekkert úr pólaportur hér. Dagur, erfitt og Stjarnan á boltan. 7. skoti frá Degi. Hann er enn stigalaus. Þetta er lykilleikmaður hjá Stjörnunni, lykilleikmaður. Það er að skora 19 stig í vetur, 13 stig í þessu einvígi. Skoraði 17 stig í síðasta leik og það komið 11 í fyrsta leikluta. Dagur, kemur skot frá honum. Þetta er í góðu flæðis þegar þetta er fínt skot. Jeremy er sterkur! Hann er hraustur! Þetta er naut! Gríðarlega átök að í körfunni. Þetta er naut. Hver á þessa villu. Sjáum þetta. Hann rífur sér hann upp. Þegar svo sækir sóknarfólk. Þetta er vill á væntanlega Loga. Ef við rétt dæmt. Þetta er vill á Loga. Vel dæmt fyrir dómarnum. Fyrsta villan hans. Logi stiga eftir á Njarðvík með 8 stig. 6 villur á Njarðvík. Við erum með 3 á Stjörnuna. Jeremy er þar langstiga eftir hjá Stjörnunni með 11 stig. Marvin næstum 4. Justin. Gamla, góða. Tvöfalda hindrun á vítalínunni. Þetta klikkar aldrei. Skref. Dregur þetta fæturnar. Það var gaman að sjá þetta aftur. Ég sá þessi skref ekki, en Kristján er væntanlega að sé þetta miklu betur en ég. Tómas Þórður Sjáum þetta aftur. Ég sé ekki alveg hvort hann dregur þetta snurrfótinn, en væntanlega hann var ansi líklegur til þess. Tapaður bolti, þeir eru dýrir. Bono. Og erfitt skot, góð Fín vörn hjá Stjörnunni, þeir loka þarna hafinu. Dagur. Hann með sendinguna hér, erfið sending. Og hvorinn á boltanum. Snorri, hann stígur út af, þeir rétt dæmt hjá Rökkvaldi. Fín barátta, frábær barátta, þetta er vel spilaður leikur. Það er allir kátir. Tómas sést á veginn, Jón Orri kominn inn á aftur. Jeremy Atkinson, áræðinn keyrir hérna í áttakörfunni. Snorri bara heilsar honum. Komdu til mín, vinur. Vel gert hjá Snorra. Maciej Baginski. Það er bara að borða. Magic, þetta án að vera villa, að mínum mati. Justin brýtur á honum. Þeir segja að Magic hafi sett olnbogann út og ef rétt er þá er það bara rétt hjá Kristni, en snertingi var einhver. Frábær vörn hjá Snorra. Hann tók bara mót honum með faðminn uppi. Snorri hefur gerað vel fyrir Njarðvík. Sleit crossbund í fyrra, kemur úr Breiðablik þessi strákur og spilaði lítið ekkert í fyrra og er að koma inn aftur inn í Njarðvíkurliðið. Hann er vel skólaður. Justin sjálfs kom með 2 villur í Stjörnunni. Justin með 3 stig, átti 1 þristinn í byrjunleiks. Við lítið tekið á skarið í sókninni. Ólafur, Bono. Gengur ekki. Gengur þetta, Dagur. Og Dagur, Snorri til varnar. Snorri bara algjörlega mætt. Snorri bara afturinn í leiknum, vel gert hjá Hver á Snorra. kostum drengurinn. Þetta er svo stór. Þetta er vel gert hjá hann, þetta er bara frábær varnarður. Hliðar saman, hliðar og allt til fyrirmyndar, hendur uppi. Algjörlega til fyrirmyndar, vel gert hjá Snorra. Þökkum honum fyrir. Justin. Þriggja stiga skot, þessi skakkur. Þessi Jóhann í. Bono, fljótur að kasta hann fram og Logi fyrir utan þriggjarstílinna. Hittir ekki. Og Atkinson tekur frákastið. Jeremy Atkinson rífur sér frákast eins og þessi svangur maður. Þetta er vel gert hjá hann, það er eina leiðin bara fá í boltan til sín. Glæsilega gert hjá Marvin. Hann er svo fluglæs, hann kann þetta. Hann er svo vel skrifandi þessi drengur. Maciej brotlegur. Sjáum þetta, hérna les Marvin þetta. Magic er fyrir aftan hann í gegnum teginn, það vildi allt ekki vera á móti Marvin. Þá lendir í vandræðum og það farið villu.
Marvin á vítalínuna. Getur minkað þetta 2 stig í 1 stig. Ágúst Þórðarsson kominn aftur inn á Baginski fer á bekkinn. Ágúst var að skjóta, hefur skjóta boltanum vel í þessum leik. Hann er búinn að setja 4 tryggjarstöðum, 2 af þeim niður. Marvin góður á vítalínunni. Marvin er að taka skjóta 79% víta í vetur. Það er 80%. Það er bara pottur. Börgur. Bara netið syngur. Einstigsmunur, 6:45 eftir að fyrri hálfleik. Bono, 4 stig frá honum. Það er 45 stig heldur það inn. Og Snorri. Flott hjá honum, flott innkoma hjá honum. Flott innkoma. Og Njarðvík að spila 12, það er vantarlega einhver útgáfa svæðisvörn. Þetta er glæsilega gert hjá Justin. Það er að skipta á milli vörninni. Jeremy Martins Atkinson fer á línuna. Komið með 11 stig, búinn að standa í þeirri tölu í töluverðan tíma. Þetta er Pirtufætur 1990, hann er að spila vel eins og sagði, hann kom til Stjörnunar áramótin, hann spilaði í D eða svona D-dildin í Bandaríkjunum, í Texas. Þannig að hann er flottur leikmaður, var að skora mikið í skóla og það er yfirleitt góð ávísun að leikmaðurinn er vanur að skora, hann er flottur hér. Einstigsmunur, 27-26. Bono, gerir hann upp hraðan, Jón Orri á mótornum. Bono fær villu og 2 skot. Merkilegt að svona lítill piltur getur dansað fram hjá mönnum. Já, og hann býr mikil orka í þessum manni. Þetta er líka, hann er bara svo lífsglaður og kátur, setur skotinu. Þess að við tala um hann er að skora gríðarlega mikið, hefur gert síðan hann kom 32 stiga meðaltali. Í fyrsta leiknum 30, 20 í öðru leiknum, 45 í þriðja leiknum og 34 í fjórða leiknum. Kom með 6 stig. 3 stiga munur. Justin. Það voru fyrir utan, nú er það þrír. Setur þetta niður. Vel gert hjá hann. Skotin hafði ekki verið að ganga og tekur þetta bara og setur hann niður. Já, þetta er flott sem hann. 29-29, auðvitað, halda menn bara áfram. Villa á dag eins og það er stóðsending að Justin. Þetta er alveg rétt að fyrsta villan á dag. Justin kom með 2, aðrir minna á Stjörnunni. Það eru 3 leikmenn með 2 villur hjá Njarðvík. Ágúst með 2, Mirko með 2 og Magic með 2. Það er komin. Það er innkast. Næsta villa er skotréttur. Hér er bilað til þrautar. Það lið sem vinnur hér mætir KR. Fyrsta leik á mánudag sem við sýnum á sjálfsögðu beint. Ólafur. Gengur ekki. Skoti Geigar. Jeremy er að éta þessi frákum. Frábær. Hann er svangur strákurinn. Justin. Fótur. Brynni Ágúst Þórðarsson. 14 sekundur eftir af skotklukkunni. 5,5 eftir af fyrri hálfleik. Justin er í fínu standi. Gengur ekki skotið. Stefán er að sækja þetta. Karvan er í 3.05 og hann fer langt fyrir ofan körfunum. Setur hann niður. Það er fáránlegt hjá bingo, flott hjá honum. með mannin gjörsamlega undir reyfunni. Honum finnst best að skjóta þegar ykkur er fastur í nefinu. Justin eins og við þekkjum með ríkisfang frá 2011. Glæsilegt. Þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt. Þetta er fallegt og skemmtilegt. 6 stig frá honum. Þessir eru bara, þeir eru listamenn, skemmt okkur hérna vel. Allir að sína sinn besta leik, það er það sem við viljum. Bono. Frábært! Hann er með dag inn í skól. 12 stig frá honum, skyndilega, var með 4 rétt á hann. Þetta er fljótt að breyta. Hann er stiga eftir á Njarðvík. Smellir í niður. Dagur. Hann með skot, hittir ekki. Snorri kemst ekki bóttan, Snorri stígur hann út. Já, vel gert hjá Snorra, tekur Jón á Logi. bakið. Frábærlega gert hjá Loga út
Ágúst og Bono. Hittir ekki. Þetta að fullhöggu færi, en hann opinn. Og hér vinnur á boltan. Þetta ótrúlegt. Og Jeremy Atkinson alveg brjálaður Jón Gunnarsson. Bono út. Ágúst. Snorri. 3 sekúndur, það rétt. 3 sekúndur dæmt, það rétt að segja. Enginn í tegnum. Það hefði ég viljað sjá Ólaf Helga skjóta skoti. Þetta var, þessi sendingar, þetta var margar sendingar. En það liðsbolti og það viljum við sjá. Snorri búinn að gera vel, hann fyrir út af hér. Hann búinn að gera vel, Hjörtur kemur inn aftur. Snorri hefur skilað sínu. Mirko ennþá á bekknum með 2 villur. Marvin. Justin. Jón Orri setur upp hendur og Glæsilega gert, gengur ekki. Ólafur til varnar. Og þá kemur Hjörtur. Og Hjörtur undir körnum og skorar. Hann tekur slaufun á þetta, vel gert hjá honum. En auðvitað var Jón að gera þetta betur. Hann þarf að skýla boltanum betur. 16 mínútur. Augraði með að hafa bolta fyrir fram að nefna og auðvitað taka þér af þér. Dagur. Hjörtur. Og Bjarnar hendur boltanum. 15 eftir á stórklukkunni. 3:23 eftir af hálfleiknum. Stjarnan komst í 10-1. Síðan hefur Njarðvík verið með forystöðuna og þetta hefur flætt þeim í hæg. 37-31, 60 munur. Marvin opinn, þetta galið. Ágúst að fá slína 3. villu. Hann var að reyma að binda skóðfengsinn hérna rétt á hann og þá fer... Hann að reyma hann og þeir eru bara seinir. Dómararnir setja kannski boltan fullsnefnt í umferðin. Þeir verða að vera klárir, það liggur fyrir. 3. villan Ágúst, hann kemur út af. Magic kemur inn á. Heitir alveg brjálaður hérna með henni. Það róa sér svo. Það er yfir þetta föðurlega. Kennismaður. Marvin hitti að hann. Sínum skotum. Gengur ekki. Það var búinn að brenna sínu vítaskoti í kvöld. Hann er þannig maður. Hann hitt brennir ekki mörgum skotum. Nema 2 í röð hér. Logi sækir frá það, vel gert hjá Loga. Logi vill vinna hann að leik, enda er maðurinn gæðadrengur. Hann fyrir bara að skúra! Hvað rugglar þetta? Þetta var alveg ótrúlegt. Þetta var of mikið. Við sjáum menn segja, Justin sjálf, hann hlæraði. Maður fyrir bara ringlaður að horfa á þetta, maður veit ekki á hvað maður að horfa. Það er ekki hægt að lýsa þessu. Það fyrir bara að horfa á þetta og njóta. Marvin. 3 mínútur nákvæmlega eftir af hálfleiknum. Daði, Justin fram hjá Loga. Logi gefst ekki upp og lokar á hann. Vel gert hjá Loga. Logi lokar á. Varnarleikur þarna á Njarðvík. Róar þetta niður. En ofti kemur ljós að endalínan er einn besti varnarmaður jarðar. Það er aldrei hægt að fara fram hjá hann. Logi. Hjörtur á að skjóta þessu. 10 sekúndur eftir klukkunni. Villa á Marvin. Önnur villa. Hann og Justin með 2 villur úr byrjunliðinu, það er skotréttur. Fyrsta villan í þessum leikum í dag. Ágúst kemur inn á Marvin, sest á bekkinn. Bono á línuna, kom með 12 stig. Hittir ekki. Svo breiðast Frost, já, hann er með tæplega 90% vítanýtingu. Auðvitað reynir hann vítin á taugarnar. Hann setur skotið niður. Þegar hann og Marvin eru farin að brenna vítum, þá er ljóst að spennustig er hátt. 7 stig á mínútu. Daði. Jeremy. Justin á móti Loga, Logi algjörlega límdur á Justin. Ágúst, vít skothaldur horninu, hittir ekki, Ólafur tekur frákastið. Við sjáum að bæði liðir að stíga vel út, þeir ekki að gefa möguleika á öðru skoti. Og hér setur á boltan á Hjörtur skorar ekki. Jón á náttúrulega að taka þetta frákast. Hann tekur það eins og hann ekki. Og Stefán tekur skot og setur hann niður. Þetta er dýrt. Já, þetta er dýrt. Þetta er dýrt. Þetta er allt og dýrt. Justin.
Þetta kom bara aftarleik. Tók á hárpartið á honum. Það er það. Gert hjá Jeremy. Flæðið Njarðvíkur megin núna og þá þegar hann sækir væntanlega 2 auðveld stig á línunni. Hann með 13 stig. Stefán sem var ekkert að skora hér framarleikur og hann stigaðist með 16 stig. Til önnur villan á Ólaf. Þrjú vítaskot. Máni Pétursson. Það er bara allir mættir. 78% vítanýting frá honum í vetur. Þetta skot fyrir niður. Fekk rúskot, brottið honum fyrir utan 3 stig línuna. Kom með 14 stig. Núna 15, 1 stigi á eftir Stefán Bonó. Svellkaldur. Þú er stöðubarna fram að hálfleik. Stjarnan vill ekki fara 10+ inn í hálfleikinn. Þeir vilja helst minnka þetta í 5 stig. Bonó, Logi, kemur sér út fyrir 3 stig línuna. Hittir ekki, Atkinsson fær boltan. Logi er að taka þetta skot í 4 metra hæð. Hann er ótrúlegu stökkkraftur í þessu dreif. Kraftur sem fer í þessi 3 stökkundum. Daði, Dagur. Það bara tekur af honum boltan. Á honum og síðan brunar hann fyrstu fram og skorar! Vel gert hjá Mertin, stelur boltanum og 2 stig. Dagur hann var skilin eftir, mínútu eftir, 10 stig. Þeir ræðist að detta út úr sínu leikpenni. Stefán. Jeremy, hann er að draga vagnin fyrir þá. Hér Skref, réttur að þetta er skref. Já, Ágúst. Hann fær boltan og skrefar. Skrefar. Hann greip hann í erfiðum takti og skrefaði. Þetta er alveg rétt. 50 sekundur eftir af fyrri hálfleik og Stjarnan að reyna að endurstilla þetta eitthvað. Njarðvík á að geta fengið 2 sóknir og taka væntanlega nokkuð langa og skilja cirka 35 sekundur eftir á klukkunni. Þannig að Stjarnan væri aldrei 2 á 1. That's our defense. Listen. 43, 10 stiga munur. Let's go 54. Jamie. You're right here. Hey, Jón Orri. Hérna. Frábært henni. Jón Orri here. Jeremy. Okay. Let's go Daði. Dagur. Let's do sömu megin og Jeremy. Okay? Við erum með Gústa hérna. Understood? Okay. Get the ball to Jón. Set this pick. Let's make this a good one right here, okay? Get the ball down here, okay? If not, yo, I need you to set a good down pick for Dagur again. Sjáum hér Stefán Bonó, tilþrif í honum. Þetta skrefanda þegar hann hoppar frá körfunni, það gera það verkum og það er engin leið fyrir varnarmaðinn að verja þessu. Þú verður bara að horfa á og reyna að vonast til að þetta fari ekki niður. Hann er búinn að setja 6 þriggjasterk og 3 á þau niður. Komið 16 stiga. Munurinn er þessu að tapaði boltar. Stjarnan er með 9 tapaða bolta, Njarðvík með 4. Það eru 5 hundar. Það eru 5 hundar grafnir. Og frábær sending Ólaf, en góð vörn hjá Ágústi, ekkert á þetta. Eins og við tölum, við skilja eftir 35 sekundur. Þannig að Njarðvík fær aftur boltan, 2 á 1. Daði. Jón Orri. Þannig að Njarðvík fær alltaf alveg sók til að klára hálfleikinn. Jeremy Atkinsson. Búinn að vera gríðarlega sterkur. Gríðarlega sterkur. Vel gert hjá Jóni. Hér kemur skotið. Brennur. Þeir hafa 24 sekundur til að reyna skot. Það endur nýjast ekki nema boltinn fær í hringinn. Þetta gerði það ekki. Þannig að planið gekk upp hjá Njarðvík. Þeir héldu í vörninni. Það hafa hér 11 sekundur tæpar til þess að taka síðasta skotið. Þannig að Stefán ræðst á körfuna þegar 5 sekundur eftir. Og vinna á Jeremy Atkinsson. Fyrsta vinnan á hann. Að reyna að rækja í boltan. Þannig að Stefán fer á línuna, 90% vítanýting frá honum. Hann er komið 16 stig í kappinn. Stjarnan ferð á boltan, getur svarað fyrir sig. Hann er búinn að taka 4 víti hér í fyrri hálfleik, hittur 3. Hér kemur Magnús Már inn á hjá Njarðvík. Það er að spreyta sér í vörninni, þannig að þeir eru að skýla meiri spámenn og eldri.
fái villu. Hann 19 ára gamall í Birkur. Hann vel greittur og bara gaman fyrir hann að taka þátt í þessum leik. Og Bono skorar á báðum sínum, 45-33, 6 sekúndur tapar eftir. Og nú gengur klukkanum lögð að fá boltan og Jeremy keyrir í hálffullri ferð. Stefán bara eftir hann. Bono. Hann alltaf ótrúlega fljótur. 1,32 sekúndur eftir. Ef hann væri keppt í Ólympíuleikunum í eltingaleik, þá myndi ég vilja sjá hann í því. Justin með mann í andlitinu, skorar ekki. Staðan 45-33 þegar að fyrri hálfleik lokið. Stjarnan byrjaði að skora 10 af fyrstu 11 stigunum, en nú eru það Njarðvíkingar sem eru með forystu og við skulum aðtöku hvort að Svali Björgvinsson nær ekki í Friðrik yfir til þín, Svali. Friðrik, þið eru 12 stigum yfir í hálfleik. Þið byrjið illa 10-1 og síðan hafið þið nokkurn veginn stýrt þessu eins og þið hefði viljað. Já, fyrst og fremst kannski bara í gegnum varnarleikin. Við höfum verið að spila mjög góðan varnarleik að langmestu leyti til og það er kannski svona kom okkur svolítið þá inn í sóknina. Við fórum að verða afslappaðir þegar við fórum í sóknina eftir góða vörn, þannig að það var mjög gott að ná að snúa því. Hvað þarf það að gera betur í seinni hálfleik sóknarlega? Ég held að við náttúrulega þurfum að gefa okkur kannski á stundum tækifæri á því að teygja aðeins meira á vörninni og sækja svo aftur fyrir þá með því að keyra upp á körfu eða koma boltanum aðeins meira inn í. Það er aðeins að fá betra jafnvægi en þannig að ég held að já, það var kannski svona ef það er eitthvað. Þú ert með 4 tapaða bolta á móti 9 á þeim, það er eitthvað sem þú hlýtur að vera sáttur við? Já, mjög sáttur við það í svona leik. Það hefur svona verið oft okkar svona styrkur í vetur að tapa fáum boltum. Við þurfum að halda því auðvitað í lágmarki og það verður auðvitað alltaf mistök í svona leikjum. Við gerum okkur alveg grein fyrir því en það er mjög gott að tapa ekki boltanum mikið í svona leik. Það var menn komið að bekknum, Snorri og fleiri mjög sterkir, það er mikilvægt framlag. Þeir eru bara með 4 sóknarfrákast. Já, mikil ósköp. Þeir hafa komið frábæl inn, bæði Óli Helgi og Snorri og gert vel í varnarleiknum og verið að verja skot og taka frákast. Þetta er auðvitað bara Guds í gildi. Takk fyrir þetta, gangið vel. Takk. Já, við tökum okkur hlé að koma svo aftur með upprifjun á fyrri hálfleiknum og heyrum vonandi Hrafn Kristjánsson í þjálfara Stjörnunnar hér á eftir. Sælir aftur stutt í seinni hálfleikinn, Njarðvík með 12 stiga forystu. Svali Björgvinsson er búinn að ná í Hrafn Kristjánsson, þjálfara Stjörnunnar. Hrafn, það er 12 stiga munur, það er ljóst, það er hálfleikur. Það er þrennt sem stingur í augu. Það eru 10 tapaðir boltar á móti 4. Það var mikið. Já, við missum 6 bolta bara í síðasta leikinn núna í öðru leikluta. Við erum bara að flýta okkur mikið. Okkur líkur svo rosalega mikið á að gera þetta jöfnuleik aftur og tölfræðiblaðið lítur bara ekki vel út. Við erum að forsa leið að fá fyrsta möguleika, þá bara kílúa hann. Og þeir eru komið 2-3 menn í hjálp. Það vantar bara auka sendingar og vonandi að það komi nú í seinna leik. Þeir eru með 28% nýtingun í teig, það er líka vantanlega hluti af því að segja. Það er bara hluti af þessu dæmi. Ertu hræddur að Jeremy er búinn að taka 20 mínútur? Ertu hræddur að vera þreyttur? Nei, hann er ómennskur og rammur afli. Ég hef engar áhyggjur af því. Ég hef bara áhyggjur af því að við séum ekki að spila saman eins og lið. Það verður að koma. Njóttu vel. Takk. Já, sagði Hrafn Kristjánsson, dagfarsbróði þjálfari Stjörnunnar og er ekki nema nokkur andartök þar til að seinni hálfleikurinn hefst, staðan 45-33. Jeremy Atkinson eins og Svali spurðum, hann er mjög tröstur, búinn að spila allar þessar mínútur og sekundur í leiknum. 15 stig, 11 frákast og 3 stóðsendingar og að mínu dómi verið frábær í liði Stjörnunnar. Það þurfa bara fleiri að koma honum til hjálpar. Logi Gunnarsson búinn að spila gríðarlega sterka vörn og Justin Sjálfs að halda yfir honum í 5 stigum. Njarðvíkurliðið hann svona meira power, einhvern veginn meiri kraftur þar. Þeirra var svona skipulagið verið betra, eins og Hrafn var að segja að það er svolítið mikið gals í þessu sem þessi skotinding inn í teig og tapaði boltar. En þeirra fengi hálfleiknum og fengu 15 mínútur, góðar 15 mínútur, vonandi nýta þér það vel. Dagur hefur ekki verið að hitta vel og hann hefur ekki verið að æfa frá síðasta leik. Þannig að hann er vonandi hann hafi fundið svolítið frið í hálfleiknum. Hér kemur Atkinson, löng sókn hjá þeim og Jón Orri frýr undir körfunni og það er ekki að skora og Ólafur tekur frákastið. Löng sókn sem skilaði litlu. Já, hann þarf að klára betur, að færa þetta snerting og missa jafnvægið og tekur blöðrun og hendur út í loftið. Ólafur, hann með sendinguna Bono, en hittir ekki, þá kemur Dagur. Hann með skot fyrir utan tryggastélunina, hittir ekki og Jeremy í baráttunni og
Logi, Stjarnan vinnur boltan. Dagur gengur ekki ánum skotið en þá. Það er vonandi að finni Fjöl. 1 af 5 í fristum. Hann er að taka 12 skot og 1 niður. Ólafur með frít skot hérna fyrir utan. Hittir ekki. Maciej tekur frákastið. Þetta er dýrt. 7. sóknarfrákast hjá Njarðvík. Vel gert hjá Maciej. Kemur boltan aftur í leik. Ný sókn, nýtt skipulag. Logi, Ólafur, Hjörtur. Og Jón Orri brýtur á honum. Jón Orri að fá sína aðra villu. Ekki góð vill af Jóni. Það er 1 sekúnd eftir að skóklukkunni. Þannig að það þurfti að reyna erfitt neyðarskot, þannig að þá vilt ekki brjóta. Þú búinn að spila vörðin í halva mínútu. Bono. Það festir bolta, það er uppkast. Það er alla brellið að nota. Bolti festist. Ef hann skorar ekki og sjáu því, hann er bara hlæjandi. Ef hann skorar ekki þá kann hann að festa boltan til að fá boltan eftir uppkast. Hann vildi fá villu. Þegar það verið brotið að sér í 3 stegsbroti. Jón er í svipari hæð, sér þetta vel, sá ekkert. Hjörtur, En þetta er 3. sóknin núna sem Njarðvík fær. Og Logi með skot. Já, setur þetta niður og rífur af sér treyjuna. Það er free the nipples í kjölfarið. Þetta er frábærlega gert á Loga. Þetta var magnað skot. Við sjáum þetta sóknarfrákast sem Magic það skilar þessu. En ávilla, nú verður Stjarnan að fara að svara þessu. Við viljum fá jafnan leik. 15 stiga munur er hún mikið. En við erum að tala hvað mikilvæg sóknarfrákast. Þannig að sjáum við það. Þeir fengu 9 sókn, nýtt skot og 9 körfur. Dagur. Og Dagur glæsilega gert og sendur á Marvin og Marvin fyrir utan þryggjastilina. Setur þetta niður, auðvitað. En Marvin fæði að taka þetta tvístig með hægra fæti þegar hann er þryggjastilina, þá setur hann alltaf niður. Það hefur aldrei klikkað á slíku skoti. Yfirvegaður og sallarólegur. Það fær hann að tíma og tekur stigur fram hægri fótinn. Bono. Hjörtur er grjótharður, vill á Marvin. Dagur er farin að tala svolítið mikið við dómarinn leikaraskap hjá Stefán. Dagur límir sig á hann, þeir eru að bjalla mikið saman. Dagur finnst Stefán krydda á mikið snertingarnar. Logi, Hjörtur, Bono. Ólafur setur hindrun og Bono losnar. Hjörtur, Maciej. Góð vörð hjá Stjörnin núna. Skotur horninu, hittir ekki. Justin er frákast. Justin að taka sér 3. frákast. Þetta var Jeremy opinn. Marvin er alltaf opinn. Hann er alltaf opinn. Sömu Fjöl og áðan. Þessi gæi, hann er bara eins og taktfis breiðbyrji. Hann setur þetta alltaf á réttan stað. Það fer aldrei í rangt hús þessi gæi. Hann er svo ratvis. 48-39. Stjarnan að koma sér inn í þetta. Bono. Og Bono. Skorar. Flott. 11 stöðmunur, 20 stig á honum, 11 stöðmunur. Justin, Logi nær ekki að vinna hann þarna og Justin átt að setja þetta niður og hann með sjálfan sig. Þannig að fór hann vel í gegnum þess að það er alltaf að tvítekka hann og hann sprengir það upp. Bono. Logi, framhjá. Sjáu hér, Logi setur þetta niður. 2 stig. Stórleikur er Loga Gunnarssoni. 2 stig. Þegar mest á reyni, þá koma stóru strákunir að setja niður skotin. 2 stig frá Loga, það steg á línuna í 2 góð stig. Kom með 13 stig. Nú reynir á Stjörnuna. Þeir eru með 39 stig á 24 mínútum. Fótur, ekki dæmt. Bono. Og Logi undir körfuna, setur þetta niður. Logi Gunnarsson dregur það hér áfram. Núna held ég að vera einn tilvæglega verið hratt að taka leiknum. Þeir 15 stig og þeir eru aðeins farin að setja hausinn niður og missa einbeitingu, farin út úr sínum pjattum. Atkinson. Fiskar hér villu Villa, línuna. Loga. Alls önnu Villa, Logi með 15 stig. Flottur leikur í honum. Logi er náttúrulega toppmaður, hann er sonur Gunnar Torfarasonar sem var hérna aðalhetjan í Njarðvík lengi, þjálfari og algjör höfðingi, ofurhöfðingi. Og er hér í húsinu. Já, það stendur hér og hvetur sína menn.
En það eins og munur á þeim feðgum að Gunnar, hann þurfti aldrei að hoppa, hann bara gappaði með hennu, en Logi fekk allan stökkra frá báðum feðgum. Annað víti niður hjá Atkinson. Og leikmaður Njarðvíkur fer og snemma inn í tegin. Þannig að víti verður endurtekið. 14 stiga munur, Stjarnan þarf að minnka þennan mun. Miður. Er að flýta sér mikið. Setja þetta niður. Áhlaup eins og það getur galop með þennan leik. 13 stig. Og ná með 20 stig, stigahæstur í leiknum. Hér skoppar að fram í hann, settir út á Hjörn. Logi. Kyrrir að stað Logi. Skref. Nei. Þetta er væntanlega villa. Það hlýtur að vera villa. Annars er bara... Já. Það er fúað á Kristinn Óskarsson. Hann verður bara heyrnarlaus skyndilega. 13 stiga munur. Þetta er alltaf opið. Logi á Hjörn. Þarna sofnaði. Ég held að Hrafn verður að taka leikni. Hann verður að endurstilla sitt lið. 56-41. Þeir geta ekki gefið þeim svona körfur. Þeir eru út í erfiðleikum með að skora. Þá er þetta optíkt. Gríðarlegur kraftur í Njarðvíkurliðinu. Már Atkinson, hann er sá sem er hvað öflugastur liður Stjörnuna. En það þurfa bara fleiri að taka við. Villa Ólaf, réttilega dæmt. Það teppar og stígur á. Fjórða vitan Ólaf. Já, þetta er alveg rétt. Þá kemur... Það er bara allt í lagi, bara gaman að fá 4 vitan. Mirko inn á. Dagur. Justin, erfitt skot. En hann leysir það með því að setja niður. Já, það er ekkert erfitt út snillingur. Þá bara setur hann skot til niður. Frábær skot hjá honum. 12 stig, rétt eins og í hálfleik. Einn auka sentimetra til að aftanna sig. Rétt eins og í hálfleik voru 12 stig. Bono, Logi. Logi. Já, erfitt og frákastið tekur Ágúst. Þetta var Logi heppinn að fá ekki villu. Og kemur Justin. Hann að lifna við. Öggin Köppur og skorar 5 stig á skömmum tíma. Kemur bara kippur hjá kappanum. Minkar þetta í 10 stig. Það kemur kippur frá Justin. Það þurfa því að halda. Bono. Það eru 3 sekúndur. Það eru 3 sekúndur. Gott áhlaup núna hjá Garðbæingum, bláklæddir Stjörnumenn. Þetta er grundvallaratriði hjá dómurum að vera með talning á hreinu, telja öllum stundum og Jón er talnaglöggur. Greindi þarna 3 sekúndur, Björgíkum finnst það ekki fyndið. Marvin. Hjörtur sterkur, tekur boltan á höndunum af Jeremy Atkinson sem vil meina að þetta hefði verið snerting. Bono fyrir utan þriggjastiglinguna, hittir ekki og Atkinson tekur frákastið. En þetta sem ég var að tala við Hrafn Jón, þessu óþarfa tapaðir boltar, það er engin hætta. Þetta má ekki gerast ef Stjarnan það jafnvel. Frábærlega gert hjá Justin! Þetta var bara upp með sóknir að hreinu. Mirko tekur frákastið og er naut sterkur þarna. Villa á Ágúst. Þessi gafröðin hérna á Justin er algjörlega frábær. Algjörlega frábær. Þetta er ökla brjótur. Það er geggjuð stemming hérna. Það er geggjuð stemming hérna. Þorður að gera sig kláran. Takinski. Þetta er ein leið til að sækja boltan. Það er bara fullur kraftur. Tók setti þessar stóru krömlu sína utan á boltan. Laufar þeim og hann gefur ekki ofurhótti. Þetta eru bara íspjarnar rammar. Fara inn og rífa boltan til sín. Stjarnan á boltan af því þeir eru með rétting. Næsta klöpp í uppkasti á Njarðvík. Dagur, fram hjá Bono. Villa á Bono. Þeir eru farin að ræða mikið saman. Já. Ég held þeir fara ekki saman á borðið kvöld. Þetta er bara að skjóta á það. Ég veit ekkert það getið þessi búin að plana eitthvað. Þetta er Villa á Stefán. Alveg réttilega þetta. Fyrsta vitan á hann. Jeremy Atkinson spila hérna alla mínútur. Það verður fróðilegt að sjá hversu frískur hann verður í lokin. Hann er í toppstandi, segir Hrafn. Við treystum því. Sjá. Jeremy Atkinson, hann setur boltan út en mistlöku sending. Tapaði bolti.
Og Jeremy ekki tengdir hérna. Þetta vill Hrafn að Jeremy skjóti þessu skoti. Bono. Atkinson út á Hjörn. Og Ágúst fyrir utan. Hittir ekki og enn hérna rífa niður frákastiðan. Jeremy Atkinson. Já, Fylla áloga. Justin setur það niður. Já. Og skoppar hér á gólfinu. Já, ef þú ert töframaður þá ertu töframaður. Það er bara ekkert sem tekur að þér. Vel gert hjá hann. Hann sveiflar hérna töfrasbrotanum. Justin Sjáls og setur þetta niður. Piltur 34 ára gamall. Eins og við vitum og þekkjum. Hann spilaði fyrst með Víki Mýrdal með Drang. Fór svo í Snæfell og búinn að gera vel. Íslenskt ríkisfang 2011, íþróttamaður Garðabæjar. Hann kann þetta allt. 7 stiga munur. Munurinn komin inn í 7 stig. 3 mínútur eftir af þriðja leiklutanum. Logi. Gjarnan heldur betur staðið í stikkinu í síðustu mínútur. Þá kemur Bono með skott fyrir þetta brotið á honum. Fyrir óvíti. Dýrt. Það verður gaman að sjá þetta aftur. Dagur mótmælur og Hrafn líka. Það vil segja að það fara hann í olnbogann á honum. Það sér þetta ekki alveg en dómarinn er með gott sjónarhald og sjá þetta vel. Dagur hefur verið að dansa á þessari línu hversu nálægt hann á að fara. Og Stefán Bono fann að íkja full mikið að mér finnst, margar snertingar. Og það er hluta að þessu. Setur skotið niður, hann fær 3 skot. Ekki skoraði í töluverðan tíma, 21 stig frá honum. Og hann fær 3 vítaskot. Gengur. Hann er pottþéttur þessi gæi, algjörlega pottþéttur. Happa fengur sem Friðrik fann rétt fyrir Jón. Og hann setur upp skotinn sig niður og munur þá aftur komin í 10 stig. Það er betra flæði í þessu á Stjörnunni núna, meira sjálfstraust. Þannig að það meiri liðsbolti og það er sem vilja. Þetta er þekkt kerfi hjá þeim. Sjáls kemst ekki eitt sterkur. Þetta er góð sendingin Ágúst. Hann er ekki að skora. Mirko Gómez í loftinu og heyrðir þetta. Vantar Lísi Ágúst þarna. Ein skeiði viðbútt í morgun hefði bjargað þessu. Bono. Hann finnur alltaf opinn mann. Hann finnur alltaf opinn mann. Logi hittir ekki. Og Hjörtur er naut. Og Stefán er skotviss. Þetta er svakaleg barð. Þetta er liðsbarátta hjá Njarðvík. Þetta var Hjörtur. Hjörtur er með að þakka honum fyrir þetta. Gera þetta geysilega vel. Justin, Jeremy fyrir utan. Og lekur niður. Já. Stórleikur í honum. 20 stig. Þetta er flott hjá honum. 9 stig. 2 mínútur eftir að þriðja. Þetta er að opnast. Slagsmaður. Bono. Þeir mæta honum vel gert. Hjörtur. Orðið á körfurhingin, hætti við að skjóta. Mirko í. Ágúst. Hittir ekki. Mirko að fara að standa þetta eittir tá. Hrettin að hitta þetta félaga sig. Nú er lag fyrir Stjörnuna að koma þessu undir 10 stigin einhverja ráði. Það er skora hér ára. Þeir eru að setja þetta í þokkalega stöðu í þriðafjörðum. Mikil átökandi með Hitti og Jeremy Atkinson. Þá kemur Marvin og Glæsileg færri vítjaðauki. Ég hef sagt það áður og segið það en Marvin er tassan. Hann er minn tassan þessi gæi. Hann er alltaf, þegar þú þarft á einhverjum manni, þá getur þú kallað á tassan og hann kemur og skorar. Þetta er frábælega gert hjá hann. Það var þú Jane. Það er Justin Jane. Justin er minn Jane líka. Þetta par er geggjað. Teitur, eitt spurningamerki framann. Óíþróttamannsleg villa. Þannig að þeir eru að fá boltan að auki. Þetta er ekki bara dýrt, þetta er rándýrt, þetta er lögreglumál, þetta er þannig karfa. Munur er komin í 6 stig. Ég veit ekki hvernig lögreglan er manni hérna á Suðurnesjum. En ef það er Þetta er búið að fækka mikið. Já, búið að fækka eitthvað. En ef það er þeir eru mættir, þeir eru komnir. Þetta er geggjað. Þetta er geggjað. Og kórinn bak við þá. Þetta er magnað, þeir eru klárir. Þetta er geggjað. Ég fæ gæsahúð að sjá það hann, strákana maður. Fyllist öryggi. Jeremy Atkinson. Og Snorri til varnarótt. Erfitt fyrir Jeremy, góð vörð hjá Snorra. Vel gert hjá Snorra, hann gerði vel í fyrra áleik.
Hann gerði vel í fyrra áleik. Bono. Og Ágúst fyrir undan. Ekki Mirko. Þetta er flott. Handleggina sína. Já, flott frákast hjá honum. Hann kann þetta strákurinn. Vel gert hjá Mirko. 42 sekundur eftir að þessum leikluta. 61-55. Unnur komið niður í 60. Logi, Mirko. Mirko keyrir hér á Atkinsson. Atkinsson og Mirko með skoti. Hittir ekki. Reynar hann á frákastinu. Það verður að passa sig. Hann er á með... Njarðvík á hann að bolta. Atkinsson hefur stigið út af. Atkinsson hefur stigið út af. Hann er ekki sáttur. Það snýst ekkert um það. Það snýst um að sækja boltan. Mirko er 34 ára gamall frá Belgrad. Settur út á núna í fyrsta sinn heldur bara til að kæla. Já, þetta er vel gert hjá Hrafni. Taka hann að fær 30 sekundar hvíld hér. Pluss leikhlé. Bono. Og í mjög erfiðu skoti hittir ekki og Marvin tekur frákasti og grunar fram. Vílíkur meistari. Það fara alla leið. Snorri til varnar. Og innkast. Þetta er ekki neitt. Þetta er ekki neitt. Þeir sjá ekki það þessu. Snorri sterkur. Snorri er búinn að gera vel. Virkilega sterkur þessi strákur. Já, og Njarðvík vinnur. Þá að hann að fá allavega heiðurskjal. Heiðurskjal eftir leikinn. Bono. 6 stig. 6 stig og 12 stig í hálfleik. Hann er bara dansari þessi gæi. Daði að reyna að stöða hann og sjáu þið hvernig hann reynir að setja hann undir. Þetta er dans! Gengur ekki. Þar með er leikurinn búinn. 61-55. Stjarnan er búið að hefur minnkað þetta niður í 6 stig. Já, það var 12 stig í hálfleik og það er ljóst að nú þegar seinni hálfleikurinn hálfnar þá er 6 stig. Við þessu áframhaldi þá er framlenging. Það er þannig. Við pöntuðum tvær. Fyrsti leikurinn voru framlenging. Sjáum til með þetta. Hlustum á Friðrik og félaga. So that you are gonna rush things, okay? Be patient. When we are running, for example, Fanbob, once in a while it could be better if you pass the ball sooner so we can get the easy layup once in a while, okay? Instead of dribbling 1 more, 2 more, 3 more, and then they have reorganized. It's okay. I don't mind you shoot shots. You know that. You know that. Hvað viljum við? You just, hey, on offense, guys, you just need to get better execution when we are 5 against 5. Better ball movement, guys, better screens, and then when time comes, attack them and go to your spots. Don't be watching. You gotta make sure that you're coming in your spot so that if someone drives, he finds you in the corner, in the window, in the pocket, behind, dotted line. You gotta be there, guys. You gotta be there for each other. Hey, we start with the ball now. We start with the ball. Okay? Let's take 5s. You start on the baseline. Okay? 5. Go away from Mirko. Go his side. Don't hesitate to swing it to that side and go for the back pick and go from there. Okay? Good execution. Better. Já, þetta var skemmtilegt leiklið þarna hjá Friðriki. Rólegur höfuður, hérna sjáum við leikinn í tölum. Já, við sjáum 29 þriggjarstigaskot á móti 15, það er 2 meira. Og þeir eru aðeins búin að hitta á 8. Sóknarfrákust 9-4, þannig að það er hallar á Stjörnuna og svo tapaði boltar. En þetta er alltaf magnað og til þessar sjónvarpa þarf að fá að fylgjast við svona og komast inn í þessi samtöl. Þarna er föðulegt tiltal Friðriks, hann fer til stráksins að reyna að róa niður og halda hann á einbeitingu. Þetta snýst einbeitingu núna. Mirko og villa á Marvin. En það sem Friðrik var að fara yfir, hann vill stundum að gefi boltan aðeins fyrr. Já, ekki að dreifla nú mikið. Hann dreiflar kannski 2-3 mikið. En hefur ekkert að móti því að skjóti. Ég get fullyrt að hann er með fullt skotlið þessi maður í þessum leik og öllum leikjum. Hann er búinn að taka 21 skot í þessum leik á 25 stigum. Þú vilt helst sjá með 25 stigum með færri skot. En hann treystir á hann. Hittir ekki Ágúst að frákastinu. Frákast, vel gert í Ágúst í bolti. Bono. Hann gerðiður skotið, setur hann niður, alveg ótrúlega úr 27 stig. Sóknar frákast 2 stig. Hann er með alveg einstakt jafnvægi þessi drengur, alveg einstakt jafnvægi. Og bremsubúna alveg, einhverja nýjungar í bremsubúnaði. Davíð Lár, Jeremy Atkinsson. Snorri til varnar. Glæsilega gert. Glæsilega gert! Settingu Ágúst. Hann er búinn að vera magnaður í þessu leik. Glæsilega gert.
frábær í þessum leik. Þetta hann að mata Ágúst, gjör svo vel, ungi maður. Hér fyrir þig. Einn skeið. Þetta ísinn sem þú talar aðan. Logi. Snorri. Hittir ekki og Jeremy tekur frákastið. Enn einn. Hann búinn að spila alveg stórvið. Þetta hans 15. frákast. Dagur. Erfitt skot, setur þetta niður. Skiptir engu máli. Nei, auðvitað ekki. Skiptir engu máli. 4 stiga munum, takk fyrir 8:40 eftir. Þetta fekk hann styrk frá kalli föður sínum. Jóni Kári Gíslasyni sótti hann og setti hann upp. Bono. Davíð til varnar. Ágúst. Logi inn á Mirko. Villa á Tómas. Mirko er bara linur hann. Hann má alltaf fara upp sterkar strákum. Hann er hærri en Tómas, hann má bara fara upp á krafti. Hann fær 2 skot. Það vonandi að nýti þau. Við treystum á hana. Já, 65% vítanýtingi vetur, setur fyrra skotin niður. Flott að sjá svona margra í Njarðvíkurbúning hérna. Flott, glæsilöngu, til hamingju Njarðvík með hennar leik. Vel gert hjá Mirko. Örugur á línni. 65-59, 6 stiga munur. Hann var alltaf svönd. Daði. Ágúst. Justin og Marvin fá núna svakvíld. Ágúst í vandræðum. Erfið. Finnur félag sér 9 sekúndur skökrunni. Þetta er erfið setti. Það var erfið. Þetta var aldrei opið. Þetta verður ekki góð ákvörðun. Og Dagur veit það, en einhver veit að þá Dagur. Þannig að hann þarf að leiðrétta þetta. Þetta er tapaður bolti, óþarfa tapaður bolti. Endar ekki þessa sóknu skoti. Þetta er þvingað tapaður bolti. Tómas fyrir að velli. Justin kemur inn á. Logi. Snorri. Hann inn á Mirko. Mirko gegn Atkinson. Logi fram hjá Daða og setur þetta ekki niður. Atkinson og þeir hirða bolta stjörnumennirnir vel gert. Sjás og Daði. Atkinson. Gæti ekki fram því stóru mennunum. Og Daði. Boltinn af Bono. 9 sekúndur sko. Ég veit ekki hvað Atkinson borðaði fyrir hennar leik, en ég vil fá mig það strax í byrjamáli. Þetta er frábært. Það er rosalegu kraftur í honum. Magnað. Nú kemur hann með 3 stiga skot. Hittir ekki, það er enginn til að taka frákastið. Mirko tekur það. Bono. 7:20 eftir 6 stig. Nú er þetta frábært glæsilegt. Mirko. Tekur þetta stóru skrefi sín. Það er ekki nógu sterkur að klára þetta kringum körfuna. Þetta var að bara opnið færi að körfunni. Það fær í víta skot. Nýtið þau á það. Stjarnan tekur leikli. 65-59. Það er nú allt á stund. 4. villan á Ágúst. Marvin og Ágúst með 4 villur. Ólafur með 4 villur hjá Stjörnunni. En Marvin með 4. Það er svolítið... Það er slæmt fyrir Stjörnuna. Það er þannig. Listen up. After a made basket, they're going 3-2. Jeremy, you get in the middle of that defense, okay? Gusti corner. Let's get Daði corner. Daði and Justin up on top. Now get to a corner, okay? Let's get the ball to the middle of the defense. Move the basketball, okay? If we pass it to a corner, cut through and replace. Don't be stationary. You can also drive and dish against this defense. This is a city defense. Keep the faith, guys. Come on. Let's go. Come on. Já, hann í trúna sagði Hrafn Kristjánsson þarna 7 mínútur og 17 sekúndur eftir. Já, trúin flytur föll. Það sem er eins og ennþá í þessum leik, þannig að sjá þess að hverju, þetta er frábærlega gert. Að þeir eru búin að tapa boltanum 15 sinnum á móti 5 hjá Njarðvík. Það eru 10 tapaði boltan og Njarðvík er með 8 stolna bolta móti 1. Það er það sem munar á liðunum. Stjarnan er að spila sóknina með skipulaðri hætti en í fyrri hálfleik þeir hafa leiðrétta en þeir eru ennþá að tapa mörgum boltum. Hér 5 í seinni hálfleik. Atkinson með 20 stig og hvað, 15 frákast? Já, 15 frákast, það er náttúrulega geggjað. Mirko á línunni. Hann er komið með 30 í framlag. Stefán með 23 í framlag, 27 stig. Það er nokkuð mörgum skotum. Setja skotin lekur niður, bótt hjá honum. 67-59. Þeir bræður inni. Daði Lár og Dagur Kán. Njarðvík er komin í 2-3 svæðisvörð, 2 fyrir framan.
Þannig að þeir eru að stríða þeim. Þeir eru að stríða þeim, sína með eitthvað nýtt. Kemur Atkinson og heppnir Það voru heppnir. Ágúst tekur Ágúst Grimur, flottur og frákast. Þetta er 7. sóknarfrákastið. Njarðvík er búinn að taka 10. Logi að fá sína 4. villu. Þetta er að vera mjög áhugavert. Logi með 4, Marvin með 4, lykilmenn með 4 villur hér. Erfitt hjá Justin. Heppnir hann að stjörnum. 6 sekúndur eftir að klukkunni inn á Atkinson og Atkinson. Það er ekki að setja þetta niður. Stekkur þarna og villa á Atkinson verður að klára þetta. Hann segist ósáttur, þetta var bara opið skot. Það er enginn að brjóta á þér handavinnu. Þú bara skora. Þú verður að gera það næst þegar þú ætlar að vinna þennan leik. Það er einfaldlega þannig. Það er einfaldlega þannig. Ég veit ekki hvort hann vil maður litla hvíldfengi en þetta er ekki tímapunkturinn til að vera þreyttur. Þú verður að gera það eftir leikinn. Það verður allan föstudaginn langan og langan dag á morgun til að hvíla þig. Heilan. Bæði fyrir og eftir þetta. Bono. Bæði eftir hann. Vilko tekur upp hindrun. Og Bono keirir hérna inn á Atkinson. Atkinson var að taka út reiðinni frá því áðan. Hann er að fá útráðstur í reiðin á hann. Aðeins önnur villan á hann. Hann er ekki í neinni hættu. Logi hins vegar komin á bekkinn, kom með 4 villur hjá Njarðvík. Hann fer hann á miklum krafti til að brjóta hann og einhverju tímapunkti hefði verið dæmt. Óíþróttamannslega vill hann ekki hér í úrslitakeppninni. Og ég held að það sé ágætt. Hann fór bara fullur kraft í þetta. Þetta var eins og segja hann að fá útrás fyrir þessa meintu villu á hann. 28 stig hjá Stefán Bono. Marvin í staðinn á fætur. Hann var heldur betur að spila vel hér á hann. Hann geti breytt gang þessa leiks. 10 stiga munur. Þegar 6 mínútur og 28 sekúndur eru eftir annað þessar liða fyrir frí. Hitt liðið þarf að mæta á æfingu á morgun og föstudag langa og búast undir leik við KR. Daði fer út af. Justin. Nú Logi ekki lengur að gæta Justins. Hann er komið 4 villur. Ágúst. Þetta er rosaleg sending. Stórhættuleg sending. Dagur. Hittir ekki. Stórhættuleg sending. Þannig að Ágústur er inn á fyrir Jón sem byrjaði leikinn. Núna er þetta á ráðleysi í sókninni hjá Stjörnunni. Þá fer hann að skúra. Þetta gengur ekki þetta skot. En kemur stóru tók. Setur þetta niður. 70-29. Gott sóknarfrákast. Það 11. á Njarðvík og setur hann niður. Justin bara náði ekki nú að hátt. Justin fram hjá Snorra og stillir sig að í skotinu og stuttur og Mirko tekur frákastið. Mirko búinn að gera vel hér í síðari hálfleik. Grimmur í frákastanum. Þeir geta komið þessu upp í 14, mögulega 15 stig. Það er í sterk staða fyrir Njarðvík. Það er mjög sterk staða fyrir Njarðvík. Sebastianski, Bono, Manuel Degi og 4 sekúndur að verða að skjóta. Þetta er skakk. Þetta er skakk. Og Bono reyndi að axla sig þetta fram fyrir Jeremy Atkinson. Hann er út allt þessi gæi. Núna þeir hver að vera síðan eftir á Stjörnunni þó sé ennþá nægur tími. Það er fullt af tíma eftir. En þeir þurfa að fara að blása í lúðra. Þetta er sama stað og í hálfleik 12 stig. Þessi fyrir þá sem eru að koma á skjánum að rétta rauðið upp að Stjarnan skoraði fyrstu 8 stigin í leiknum. Þeir komu 9 stig í röð, 25-22 var staðan. Okay, stay with me, okay? Jeremy, Gusti, okay? Dribble the ball to the side. If the ball goes to this side, this big guy comes up, okay? Pass. When this pass is made, set a pick. If the defense sacks in, okay? So this is an opportunity, okay? Cutting to the basket or an open shooter. Just gotta read We it. need to keep attacking. Right. Ekki láta ég koma eitthvað óvart að það fyrir svæðið eða eitthvað. Hey, they might Hey, go to zone. hey, if they go zone with 2-3, we go just high-low. We get 2. You split the 2. You have 2 shooters. We just pass the ball. Try to hit it in the high post area. If the ball goes to the high post area, shooters go below, okay? Just be patient, be patient. Come on, oh, better. Come on, let's go. Þarna er Friðrik að fara yfir undirbúa liðið. Hratt fyrir 2-3 svæðisjörn. Þetta vil bregðast að því að Stefán á þá að keyra milli tveggja manna og finna skotmann.
Báðir þjálfarar að gera þetta vel og allir þjálfarahópurinn að undirbúa sitt lið fyrir átökin. Hvernig geta brugðust við komandi aðstæðum? Sjáum að Bono, hann greinilega kvalinn. Hann var verið að vinna þarna aðeins í kalónum á honum. Og hann var með eitthvað töfrasmísli áðan að reyna að smyrja þetta í gang. En það ekki að sjá þegar maður sé að spila eins og þessi særður. Það eru 5 mínútur eftir, 5 leikmínútur eftir. Það nægur tími fyrir Stjörnuna í gott álug. Justin virka út á mótunum og Atkinson. Já, auðvitað setur þetta niður. Glæsilega gert. 23 stig. Rosalega vel útvart hjá þeim. Hann fer á fína stað og setur niður skotið og smellir í niður. 9 stiga munur. Baginski. Filko. Ágúst. 5 sekundar skotið, ráleysi. Stefán er alltaf skotið. Þetta er svinn! Þetta er bara svinn! Það er ekkert í gangi. Þá bara fer hann í pokan og sækir stig. 32 stigar að koma. Gleymum því ekki, hann skoraði ekki fyrir bara fyrstu stigi sem fyrir bara fyrsti leikmyndi að vera búinn. Snorri með frákast. Flott frákast og Snorra, hann er flottur. Það er aðeins Bono í byrjunarliðinu sem, nei og auðvitað Ágúst líka, það eru 3 af þeir sem byrjuðu utanvallar núna hjá Njarðvík. Er það Bono, með vinstri og sjáðu Snorra! Sóknar frákast fyrir. 14 stig. 76-62. Nú fyrir að stytta spottin hjá Stjörnunni. Þetta er Villa Snorra. Þessi 30 stiga karfa er alltaf bara eitur pillan. Það var ekkert í gangi, þeir voru öllum vandræðum í heimi. En þá bara stökka, setja þar að mannin, hann bara stekkur, setur þetta niður. Logi kemur inn á með 4 villur. Dagur þarf lukkan aðeins að fara í lið með. Þetta er langt skot, þetta er utan hans færis. Stjörnum. Þetta er utan hans skotfæris. Núna eru Stjarnan að bogna, þeir eru ekki búin að brotna en þeir eru að bogna. 3,5 eftir. Heimalið hefur unnið allan leikinn í þessu einvígi. Njarðvík hér 2 heimavelli, Stjarnan í Garðabænum. Snorri, Bono, vindur sér hann frá hérna sínum manni og setur þetta ekki niður. Hann er alltaf góðu skotið þessi gæði. Villa á Ágúst. Þetta er fín villa hjá Ágústi. Stopparist í fæðingu í staðinn fyrir að gefa Stjörnunni möguleika á 2 auðvöldum stigum. 4. villan hans. Engar áhyggjur af því. Jón Orra kom inn á. Ágúst fyrir út af. Ágúst var með 2 fína þrista í fyrir áleik þegar Njarðvík var í vandræði með að skora og setja niður 2 þrista. Þannig að hann er bara með gott dagsverk. Justin. Og Villa. Hann fer á vítalínuna. Atkinson. Þetta þarf að fara niður. Þetta er 14 stig. Þetta er 14 erfið stig. Þeir eru búin að skora 62 hér á 37 mínútum. Þeir eru að vinna hennar síðasta kappa með 14 stigum. Sjá Taut og Frikka. Þeir eru báðir yfir aðeins. Alveg á bar með Tauða. Atkinson. Og hér er þjálfara Kristjánsson. Og Atkinson skorar örglega úr báðum sínum, 25 stig frá honum. Njarðvík munum eftir bikarleiknum þar sem þeir voru undir á móti KR. Þá funduðu nýja lúðra og blésið á og unnu þann leik. Þannig að nú þurfa þær að finna einhvern svipað. Þetta þurfa að gera betur í vörðinni. Hann laumaði Bono sér fyrir aftan á 34 stig frá honum. Þeir geta ekki týnt honum, það er ljós. Sjálf. Og reyna að finna Atkinson, erfið sending. Það er komin uppgjafarlykt á þetta. Það er komin uppgjafarlykt í þetta hjá Stjörnuna, því miður fyrir þá. Það er 45 eftir, eins og staðan er núna bendir allt til þess að það verði Njarðvík sem að þeir í Vesturbæinn. Og hér er að Galop og Logi skorar. Og eru þeir sprungir á liminu. Þetta er orðið ansi erfitt. Justin reyna hér, skorar. Hann veit ekki hvað það þýðir að gefast upp, en þeir verða alltaf að stoppa það og þeir vinna það ekki með því að Njarðvík fá svona auðvölda körfur. Það er leikleg Stjarnan, þetta er þeirra síðasti möguleiki. Og þá verður vörnin að halda bæði vatn og vind þar sem eftir er. 14 stiga munur. Hlustum hér á. At least we need to. Can we step up one level now if they go into the play?
when Atkinson comes up that he will not get the space. Can we really fight through everything so we don't have to go with the length, so we can recover earlier? Hey, they never give up. They never give up. They will try to get you in some kind of position. Keep your head up. Yeah. Put your hands up. Guard goes down here. Guard goes. Yo, you go right here. Once they go over half court, we match up man to man. Hey, finish out this game, guys. Come on. Come on. Come on. Oh, better. If they are going to be all over you now, spread the floor, go back door. Hold the ball with two hands. Make a pass to make a pass. We will get layups, guys. They're going to be all over the floor. Go. Oh, better. Það var það loka spretturinn. 2 mínútur eftir og 18 sekúndur betur. En nú þurfa Stjarnan að spila sína bestu 2 mínútur í vetur til að eiga möguleika að fara áfram á þessu einvígi. Njarðvík á boltan, þeir þurfa að stoppa strax, þeir pressa 2 fyrir 1. Þeir reyna að þvinga inn í tapaða boltan. Njarðvík eins og Frikkjörn þeir þurfa að halda boltan á sín á milli. Engin ævintýri, bara öryggi. Ágúst. Þeir naga niður tíma réttilega. Klukkan er þeirra vinur. Klukkan er þeirra vinur hér. Stjarnan þarf ekki að brjóta, þeir eru að láta á spila þetta, en vörðin verður nú að halda með körfu er þetta búið í fullri það. Bono reyna að leita sér að skotfæri og hann kemur með skoti hérna og setur þetta niður. Þá kemur eitthvað. Töfrakall. Þetta er rosalega vel gert og engin vandræði. Þetta var fullkomið fyrir Njarðvík. Töframæður fyrir Lublin. Fullkomið, vill læsir að geta Jóni. Þetta er alltaf Storra að gera betur, þeir eiga ekki að gefa honum góða körfu. Þeir eru náttúrulega bara að berja Jón niður, Jón er ekki góð vítaskipta. En þetta er ennþá 14 stig, Jón getur komið þessi í 13. 1:50 eftir, það er of stuttur tími á að vera það fyrir Stjörnuna, en þeir hafa töfrað á ýmislegt, vel gert á Jóni. Á línunni. Núna þarf Stjarnan að, þeir verða að stela boltanum eða brjóta, þeir verða að stela eða brjóta. Þeir hafa ekki tíma til að fara aftur 24 sekundur. Bono. Þetta vill á Atkinson, rétt. Brýtur. Hann fossaði hann út af. Nú eru þeir að fresta þess að Bæði liði skotrétti. að Njarðvík klúðri vítum. Njarðvíkar er eins og er gott skotlið, en þetta eru erfið víti, en það er svo mikill munur, þetta á ekki að vera umtalsverð pressa. Hann setur þetta niður, vel gert. Seinna skotið, algjörlega pottþéttur. Og ef þeir hitt úr vítum, þá er þeir búin að vinna þennan leik. Ágúst með 8 stig, 84-69. Dagur skipt við bróðir sinn, Dagur með 5 stig. Til miður fyrir hann, þar á lítið. Justin, frábærlega gert á Justin. Það er þetta auka skref, nýtir það vel. Þetta er ennþá 13 stig og 1:30 eftir. Bono, þeir með ekki brjóta honum. Sendingin er á Loga, Logi hittir ekki. En sóknarfrákast tekur frákastið og brotið honum. Já, þetta er dýrt. Enn og aftur sóknarfrákast. 1:26 eftir. Stefán með 36 stig þessi gæi. Það verður fróðlegt að sjá hvað hann gerir í þessu einvígi á móti KR. Jeremy Atkinson að fá sín aðra vinnu núna á skömmum tíma að koma með 4. Og Justin fyrir út af. Hann fyrir út af. Tímabilið lokið fyrir hennar mikla kappa. Justin Sjás fyrir að velli. Sigurður Dagur Sturluson, sonur Sturlu Örlygssonar, sem ólst hér upp í Njarðvík. Bróðir Teits eins og allir þekkja. Snorri gerir vel. Njarðvík að spila hennar leik frábærlega. Það er bara þannig. Þeir byrjuðu illa, svo leiðrétt fyrir sinn leik og haldi því leikplani í 38 mínútur. Skorar á báðum sínum skotum. Snorri. Góð með 6 stig. Þetta er vel gert á Daða. Þetta bara kemur úr þeim. Já, því miður fyrir það. Það er ljóst að Tindastóll Haukar og það verður KR Njarðvík sem mætast. Það verður geggjuð undanúrslit. Stjarnan er að klára hér sitt tímabil. Því miður fyrir það og þeir eru bikarmeistarar en komust ekki áfram. Og það var heimavöllurinn sem var drjúgur fyrir Njarðvík. Mirko kemur bara með stóra skrifa hans pappa. Setur þetta niður. Þeir eru kátir. Þeir eru byrjað að fagna. 1 mínúta eftir. Og Bono tekur dansspor. Þetta eru norsk dansspor sem hann lærði. Þetta er vel gert hjá honum og það eru minnisbámenn sem fá hér tækifæri aðeins til að
reyna á skóna og Stutturssonar. Já, auðvitað gefa leikunum tækifæri hér. Þannig að Hjörtur leiðir flokk unglinga. Það er gaman að sjá að þjálfarar að gefa þeim tækifæri til að reyna á sig. Hann gerir Jón Arnór númer 9, Ragnar Helgi númer 30, Magnús Már númer 25. Það er þessi búinn á Adam Eiður númer 11. Þá er allir konur, þeir fá að breyta sig og taka þátt í þessu. Þetta er góður sigur á Njarðvík. Ég veit ekki alveg hvað tefur þessa byrjun eða. Og Brynjar Magnús komur inn á Stjörnu númer 13, stór strákur. Daví og Stjarnan tapar boltanum. En það er ljóst að við erum að fá Njarðvík KR, það verður geggjað inn í. Flestir gera ráð fyrir að KR Íslandsmeistaratitli en þeir eru ekkert að fara að lappa í gegnum þetta Njarðvík, ég fullyrði það. Það er bara þannig, Njarðvíkingar eru sterkir, þeir eru búin. Svo Stuttur. Þeir taka einmitt sóknarfrákastið og aftur. Það gerast ekkert upp. Flokkara. Magnús gefur með góða körfu. Og Daví gengur ekki, þannig að Njarðvík er að klára þetta. 90-73. Sigurinn nokkuð sannfærandi hér í lokin. Stjarnan náði ekki þessu loka áhlaupi sem við höfðum þurft að fá til að jafna þetta. Eftir þessa flottu byrjun þeirra þar sem þeir komast í 10-1. Já, glæsilegt inn í en þeir höfðu ekki orku til að spila hér á móti vel einbeittum og vel tengdum og vel skipulegum Njarðvíkingum. Gengur ekki að skotið Hjörtur leiðir þetta vel, hann er höfðingi. Ragnar brotið á honum, hann gerir Daði. Hann fær 2. Ragnar bróðir Elvars. Hann er feikilegt efni. Sýnir Freiriks Ragnarssonar. Hér eru menn með körfuboltagenin sannarlega. Já, það sýnir fræði Kára Stefánssonar að genin skiptir það miklu máli. Þetta er búið að vera geggjað og ég vil bara þakka báliðið fyrir að þeirra þátt í því. En það er annar liðið að því miður að fara í sumarfrí hér í dag eins og þú sagðir upp að við réttin Arnar. Við kemur Daði og það gengur ekki. Og Ragnar 6 sekúndur. Þetta er að klárast hér í íþróttahúsinu í Njarðvík. Njarðvíkingar tryggja sér sigur, vinna þennan leik með 92 stigum gegn 73 og þögnuðurinn er hjá þeim grænsættu. En ég verð að hrósa Stjörnumönnum fyrir frábæra leiki, frábæra seríu. Þeir eiga hróskilið líkt og Njarðvíkingar, en það gat bara annar lið unnið. Það er bara þannig og það kom í hlut Njarðvíkinga. Heimavallarrétturinn reyndist notandi úr þegar upp var staðið. Stjörnumenn eru hér að klappa frábærum stuðningsmönnum sínum fyrir og hér fallast þeir í faðma Friðrik Ingi, þjálfari Njarðvíkur og Hrafn Kristjánsson og Svarir Björgvinsson blandast í hópinn. En Njarðvíkingar geta gengið stolti frá þessari rimmu. Hér er Teitur, fyrrverandi þjálfari Justins, að ræða við hann og yfir til þín Sali. Já, Friðrik, til hamingju með þetta til að byrja með 90 stiga sigur. Kannski meira heldur en leikurinn sagði til en það eru tapaði boltar hjá Stjörnunni og frákostir sóknar hjá ykkur sem skópina sigur. Já, ég held að líka varnarleikurinn okkar hafi verið algjörlega til fyrirmyndar í dag og ég held að hann svona fyrst og fremst kannski skóp þennan sigur. Sóknarleikurinn okkar var ágætur á köflum en við hefðum getað gert betur sjálfsagt líka en þegar spennustigið er hátt og svona þá gerir maður ráð fyrir að það séu mistök, maður reynir að lágmarka þau en þetta er náttúrulega búið að vera alveg óbúslega barátta og 2 frábær lið og það er sjónarsviptir af Stjörnunni sem er frábært lið, bikarmeistarar og við erum stoltir að þið hafa lagt á að velli. Aldeilis verður andstæðingar, frábært lið. Eftir byrjuðu illa, það var 10-1 en eftir það gekk planið í 38 mínútur, nokkuð eins og þau vildu. Já, ég tek undir það, ég sammála því. Þegar maður horfir svona fljótt yfir þetta þá er ég mjög ánægður hvernig hlutinni gengur fyrir okkur. Takk fyrir þetta, en núna tökum við á móti KR, gangiði vel og vonandi heldur þessi skemmtun áfram. Takk fyrir það. Ég er með Hrafn Kristjánsson. Hrafn, við söknum ykkur rónasæli keppni en því miður annar liði var að tapa á. Það kom mikil hlut. Já, ég meina frábær seri og svona fyrirfram, fyrir þennan leik þá einhvern veginn fannst mann að vera bæði liðin eiga skilið að halda áfram og ég vissum að við höfum gefið KR frábæra serju. Þeir komið frábærlega stemdir inn í þennan leik, Njarðvíkingarnir og þeir voru bara betri í dag og því fer sem fer.
Þið voru konum með gott takk á þessi byrjuði rosalega vel, komast í 10-1, síðan einhvern veginn missið aðeins þróttun og þeir komast inn í þetta aftur. Já, ég meina þetta svona gerist þetta bara, ég meina við erum allir mannlegir og við mistum svolítið kúlið og fórum svolítið að flýta okkur, hættum að spila saman. En ég meina, mér fannst þér svona koma okkur inn í þetta að einhverju leyti seinna áleik, en þeir voru bara að spila full vel fyrir okkur í dag og búið að ná henni alltaf ótrúlega. En mér langar aðeins að koma þessu fólki hérna líka. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt og þetta fólk átti ekki skilið að fara heim og fá ekki fleiri leiki núna, ég veit. Það er alveg að reyna. Ég skilði þið vel, þetta eru frábæri stuðningsmenn og þið eru virkilega vel mannaðirinn á vellinum og líka upp í stúkunni. Já, og þetta er engin endapunktur. Ég hef aldrei unnið og starfað í professional og öruggu umhverfi og við erum með ákveðnar áherslur og ég tel að fyrsta skrefið sé náði þeim. Við tökum bikarinn. Það eru nokkur ungir strákar fættir að gera sér gild og við erum með fleiri sem er á leiðinni og við erum hvergi hættur og núna viljum við bara bæta við 1-2 leikmönnum sem vilja koma og taka þátt í alvöru prógrami, halda áfram að þroska ungu strákarna og fara alla leiðina næsta ári. Og núna skiljum við Dag Kár, 19-20 ára gamla strák með 150-200 leiki hérna í prógraminu, algjör höfðingi og hann fer bara með öllum stuðningi í Garðabæi með sér. Og mér langar líka að minnast á eitt hérna. Hann Jón Orri Kristjánsson, stór höfðingi, ég er hérna að klára mitt 8. tímabil með honum og ég bara hef sjaldan séð jafn mikið eftir einu leikmanni eins og hann núna í dag. Takk fyrir það og takk fyrir skemmtilega keppni. Ég veit því Sáli. Logi, já, það tilfinning að vera hérna á heimavelli, þetta er algjörlega mögnu umgjörð og frábær áhorfendur, bæði stjörnuna og ykkur orð til að lýsa þessu. Þetta er náttúrulega bara forréttindi að fá að taka þátt í þessu. Maður er í þessu allan ferilinn og maður fær ekkert marga svona leiki. Hvað þá heimavelli fyrir fram að sitt fólk og frábæri stjörnuáhorfendur eru að syngja ennþá. Og ég vil bara taka hattinn ofan fyrir stjörnunni. Ég held að þeir séu að gera okkur tilbúin fyrir restina af þessu baráttu og þeir eru búin að láta okkur hafa fyrir hlutunum og við verðum bara sterkari fyrir vikið. Varst ánægður með þennan leik, vörn í frábæri hjá ykkur, tapaði boltar á stjörnunni, þannig að þið fenguð nokkuð það sem þið vildu. Já, þetta var það sem við lögum upp með og erum búin að gera alla seríuna að liggja vel í þeim og láta það aldrei í friði. Það tekur náttúrulega mikla orku en við náðum að spila góða sóknarbolta með og það gerir gæfumunni í kvöld en eins og ég sagði, þeir eru búin að gera okkur erfitt fyrir og við verðum sterkari fyrir vikið. Takk fyrir þetta og gangi vel. Já, takk. Two great teams. What can you say about the Stjarnan fans here still singing after the loss? I mean, come on. What more can you say? These guys are unbelievable. This is what you work for, is to have support like this. And these guys make this trip up here to Njarðvík, and they give everything they had. We feel like we gave everything we had. We just didn't execute the way we needed to. And this Njarðvík team had a lot to do with that. They were great. They were great. Every time we played in this gym, they were great. We were the better team at our house. They were the better team at their house. This is where those last couple of games of the regular season, you don't have home court advantage, and you think back and you say, like, oh, they matter so much. They do matter. There was too many turnovers from you guys, and they were taking too many offensive rebounds again. Yeah, in this house, they were the more aggressive team each time. And, when you get into a playoff series, a more aggressive, more physical team, that's a team that's going to come out and win. We had the turnovers, and we had great moments of execution playing through Jeremy Atkinson, and then we had some turnovers and lots of people in transition, and you got to give it to Bano and Logie. These guys are unbelievable. They make tough shots. Bano with step-back fadeaways. Logie with creating off the dribble and being able to shoot from the outside. Ultimate respect to that backcourt and what they were able to do in this series. And I don't know who they play next, but whoever it is, they got a hell of a job ahead of them stopping those two. Thank you for the season, and take a rest now. Looking forward to see you next season. Yeah, takk fyrir alla, Svali, You guys do so much for basketball, and we appreciate everything. So. Thank you. Já, við förum að ljúka þessu og það er rétt að ljúka þessu hérna með þessa frábæru stuðningsmenn Stjörnunnar. Öll íþróttafélög eiga að hafa svona stuðningsmenn, þá eru þau ekki vanda. Stjarnan tapaði þessum leik, þeir eru úr leik. Njarðvík er komið áfram, en þessi stuðningsmenn, þeir eiga hóskilið. Við þökkum ykkur fyrir í kvöld, verið sæl.